Fundur er settur í bæjarstjórn Akureyrar. Þetta er fundur númer 3386, annar fundur ársins, 2. febrúar 2016. Fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Þá er það fyrsti dagskrárliður, númer 1, bæjarstjórn óskum tímabundið leyfi. Lagt er fram erindi dagsett 30. janúar 2016 frá Sigríði Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúa, S-lista þar sem hún óskar eftir tímabundnu leyfi frá störfum í bæjarstjórn frá 1. febrúar til 1. mars 2016. Orðið er laust. Þessi geta samþykkt af eins og þess gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það var annar dagskrárliður, bæjarstjórn Akureyrar, breytingar í nefndum 2014-2018, lögðu fram tillaga S-lista Samfylkingarinnar breytingar og skipan aðal- og varamanns í Samfélags- og mannréttindaráði og varamanns í Íþróttaráði, svo hljóðandi. Samfélags- og mannréttindaráð Dagbjört Elín Pálsdóttir tekur sæti aðalmanns í stað Eiðs Arnar Pálssonar. Ólína Freystinsdóttir tekur sæti varamanns í stað Dagbjartar Elínar Pálsdóttir. Íþróttaráð Arnar Þór Jónsson tekur sæti varamanns í stað Ólínu Freystinsdóttir. Orðið er laust. Göngum til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 3. dagskrárliður í útsendi dagskrá, Reykjavíkurflugvöllur, framtíðar staðsetning. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson, D-lista, óskar eftir umræðu og tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú má með sanni segja að róin sé lífróður í málefnum Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni og ég ætla sem ekki að rekja nákvæmlega hvað hefur gerst í allri þessari sögu, en klárlega hefur í málefnum sem mikilvæga samgöngumannvirkis þá hefur margt gerst á undanförnum misserum árum og umræður verið miklar náttúrulega í ár og áratugi. En það er náttúrulega ótrúleg staða sem er komin upp og í hvaða hremmingar þetta samgöngumannvirki komið í á þessum tímapunkti. En mér langar kannski rétt að rekja svona síðustu 2-3 ár áður en ég byrja síðan að ræða málefni sem sjúkraflugsins. Nýtt aðalskipulag var samþykkt í Reykjavík seinni hluta árs 2013 og þegar aðalskipulag var auglýst var gert ráð fyrir að niðurbrautinni væri lokað 2015, norður-suðurflugbrautinni 2016 og austur-vesturbrautinni árið 2024. Það átti sem sagt að loka norður-suðurbrautinni á þessu ári. Ef það hefði gengið eftir væri öllum flugrekstri á Reykjavíkurflugvelli sjálf hætt. Vegna þess að nýtingarstuðull vallarins væri orðinn það lélegur að það væri ekki með nokkrum hægt að tryggja rekstrarhæfi flugrekenda. Eftir að 70.000 Íslendingar og þar með við yfir 20.000 undirskriftir kosningabærra Reykvíkinga lengdi meirihlutinn í Reykjavík líftíma norður-suðurflugbrautarinnar til 2022 eða 6 ár. Á Þorláksmessu 2013 þá auglýsti þáverandi meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur nýtt deiluskipulag fyrir Vatnsmýrina sem er síðan samþykkt vorið 2014 eins og menn muna. Fór í gegnum umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar, borgarráð og borgarstjórn á 6 dögum með tíma. Það var það deiluskipulag sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi úr gildi þetta deiluskipulag 17. desember síðastliðinn. Í framhaldi af því þá rauk meirihlutinn í borginni til og boðaði til fundar í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar á Þorláksmessu. Og samþykki fyrir sitt leyti nýtt skipulag og vísaði til borgarstjórnar
þar sem meirihluti Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata samþykkir að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir Vatnsmýrina á borgarstjórnarfundi 5. janúar síðastliðinn. Athugasemdir vegna þess deiliskipulags er til 17. febrúar og langar mig að hvetja þá sem hafa hagsmuni af málinu að koma fram með athugasemdir. Ég vil einnig hvetja meirihlutann sem stýrir Akureyrarbæ að senda inn athugasemd eða athugasemdir fyrir hönd Akureyrarkaupstaðar. Akureyri er að mínu mati stærsti einstaki hagsmunaaðilinn í þessu máli. Stærsti einstaki hagsmunaaðilinn. Og ber að verja sína hagsmuni og skjólstæðinga sinna íbúa bæjarins. Og þá að sjúkrafluginu. Í dag hef ég óskað eftir að taka upp umræðu sjúkraflug í Reykjavíkurflugvöll og Landspítalann, háskólasjúkrahús. Og á undanförnum vikum hef ég aflað mér upplýsingar frá Mýflugi sem rekur sjúkraflug í landinu með flugvélum og síðan aftur Landhelgisgæslunni. Og þær upplýsingar sem ég fekk síðan núna fyrir helgi frá Gæslunni, það sem voru búin að reikna síðasta ár, var að það voru 110 einstaklingar fluttið með þyrlum Gæslunnar á síðasta ári. 110 manns. Mýflug á síðasta ári flutti í 596 flugum 642 sjúklinga eða slasa einstaklinga. Þetta eru alls 752 sjúklingar eða slasaðir sem voru fluttir á síðasta ár með flugvélum Mýflugs eða þyrlum Gæslunnar. Og eins og ég sagði áðan, þá voru 110 fluttir með þyrlu Gæslunnar eða 14,6%, sem þýðir að 85,4% voru fluttir með vélum Mýflugs. Já, rúm 85%, 6 af hverjum 7. Ég vildi bara koma með þetta inn í umræðuna vegna þess að ég hef orðið var við það á síðustu vikum í umræðinni, samfélagsmiðlum og víða, virkir í athugasemdum, að það hefur verið gríðarlegur misskilningur í gangi hvernig þessum málum sinnt á Íslandi í dag. Það er bara nauðsynlegt að það komi fram og skýrt fram hvernig þessum málum háttað. Og ábyrgðarleysi oft á tíðum hvernig menn tala þessi mál. 6 af hverjum 7 eru fluttið með Mýflugi, 1/7 með Gæslum þyrlunar. Með þyrlum Gæslunnar segi ég. Með leyfi forseta langar mig að vitna í grein sem birtist í Fréttablaðinu 21. janúar og í vikudegi 28. janúar síðastliðinn undir heitinu sjúkraflug, sem eftirfarandi starfsmenn sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisstofnunar Norðurlands skrifuðu. Þetta eru þau Bjarni Jónasson, forstjóri sjúkrahússins á Akureyri, Jón Helgi Björnsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, Guðný Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar sjúkrahússins á Akureyri, Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga á sjúkrahússins á Akureyri og Örn Ragnarsson, framkvæmdastjóri lækninga á Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Hérna vitna í greinina. Tölfræðilega séð er stærsti hluti sjúkraflugsins frá landsbyggðinni og til Landspítala, háskólasjúkrahúss. Eitthvað er að sjúkraflutninga aftur heim í hérað, en það er lítsháttar í hlutfalli. Nánast öll sjúkraflug sem flokkast undir bráðatilfelli eru til Landspítala, háskólasjúkrahúss, þó að nokkuð sé til sjúkrahússins á Akureyri. Þannig má segja að íbúar Norður- og Austurlands hafi mest gagn af sjúkrafluginu hvað varðar öryggi og þróun undanfarin ára sýnir að sjúkraflugið er orðin afar mikilvægur hluti heilbrigðisþjónustu þessara landshluta. Nýleg grein, ég held áfram að vitna í greinina, nýleg grein Þóris Sigmundssonar og samstarfsmanna í Læknablaðinu sýnir svart á hvítu að fjarlægðin frá Landspítalanum hefur áhrif á þá þjónustu og meðferð sem íbúar Norður- og Austurlands fá. Vel skipulögð starfsemi sjúkraflugs er besti valkosturinn til þess að draga úr áhrifum þessara fjarlægðar. Áfram vitna í þessa sömu grein
sem birtist í Fréttablaðinu á vikudegi, með leyfi forseta. Það er ekki fyrirsjálegt að mjög sérhæfð þjónusta, svo sem hjartaþræðingar og heila- og taugaskurðlækningar, muni standa til boða utan Landspítala háskólasjúkrahúss. Að framansögðu er ljóst að sjúkraflug er mikilvægur öryggisþáttur í heilbrigðisþjónustu landsbyggðar og þá sérstaklega íbúa á Norður-Austurlandi, eins og kom fram áðan. Í mörgum tilfellum getur sá tími sem fer í að flytja sjúklinga í viðeigandi meðferðarúrræði skipt sköpum. Íbúar á landsbyggðinni búa nú þegar við aðstæður sem eru í sömu tilfellum síðri en íbúar höfuðborgarsvæðisins, hvað þetta varðar. Stjórnvaldsákvarðanir sem enn auka á þetta misræmi eru ekki ásættanlegar. Undirritaðir í framkvæmdastjórnum þessara stofnana sem ég las upp áðan hafa hagsmuna að gæta í þessum málum, hagsmuna skjólstæðinga okkar. Við skorum því á stjórnvöld að viðhalda núverandi notagildi Reykjavíkurflugvallar fyrir sjúkraflug, þetta er annar sambærilegu valkostur stendur til boða. Mér finnst bara gott að vitna í greina þar sem skrifað hefur verið frá þeim aðilum sem hafa sinnt þessum málum. Og þess vegna ætla ég að nota tækifæri líka hér að vitna í grein sem Jakob Ólafsson, flugstjóri hjá Landhelgisgæslunni, skrifaði. Hann hefur skrifað nokkra greinar um þessi málefni á undanförnum árum. Þetta eru grein sem hann skrifaði 2010. Þetta er nákvæmlega sama umræðan og gengur í hring eftir hring eins og Jakob ræddi við mig upp í flugturni hér á Akureyrarflugvelli fyrir nokkrum dögum. Þetta er maður sem búinn að vera flugstjóri í sjúkraflugi á þyrlum í 25 ár. Var áður að fljúga í sjúkraflugum Örnum á Vestfjörðum tölun ára. Þetta er með reynslumestu mönnum í fluginu í sjúkraflugi í Íslandi gegnum tíðina. Og ég er bara að vitna hérna í Jakob, þar sem hann segir í þessari grein þá í Morgunblaðinu 2010, 7. janúar með leyfi forseta. Við flutning á alvarlega veiku eða slösuðu fólki getur stuttur flutningstími skilið milli lífs og dauða hjá viðkomandi sjúklingi. Hvað þetta varðar geta þyrlur ekki leyst flugvélar á hólmi. Það sem undirritaður hefur bæði starfað sem flugstjóri á sjúkraflugvélum og nú á 3. áratug á björgunarþyrlum Landhelgisgæslunnar til ég mig hafa nokkuð góðan samanburð og þekkingu á getumun flugvéla og þyrlna í björgunar og sjúkraflug. Við flutning á alvarlega veikum eða slösuðu fólki getur stuttur flutningstími skilið milli lífs og dauða hjá viðkomandi einstaklingi. Hvað þetta varðar þá geta þyrlur ekki leyst flugvélar á hólmi. Þyrlur gagnast vel þar sem flugvélum verður ekki komið við, svo sem út á sjó, inn á hálendi og þar sem langt er á næsta sjúkraflugvél. Það sjúkraflugvélar sem mest eru notað við sjúkraflug hér á landi fljúga meira en helmingi hraðar en þyrlur Gæslunnar og geta flogið meira en 3 sinnum hærra. Því geta flugvélar farið stystu og fljótvirtustu leiði milli staða sem er ómetanlegt þegar að mikið liggur við. Í slæmum veðrum og mikilli ísingu þurfa þyrluna til dæmis oftar en ekki að fara með ströndum, í hlýrra lofti þar sem þyrlur taka á sig mun meiri ísingu en flugvélar. Ég held að þessi grein mættu margir lesa sem eru virkir í athugasemdum og hafa skrifað þessi málefni og þykjast hafa meiri vita á þessu heldur en flugstjóri á Gæslunnar sem hafa skrifað ótal greina undanfarin ár. En það er alveg ótrúlegt hvað fólk leyfir sér að segja og skrifa í sínu vanþekkingu og þekkingarleysi. Þess vegna er nauðsynlegt að komi bara fram hérna og vonandi verði ykkur vitni af umræðinu og þá geta lesið sér til það sem kemur þér fram. Og ég er búinn að vitna þess að greina og annað að menn fara að kynna sér þessi mál betur heldur en gert. Það er gjörsamlega ólíðandi og óþolandi þegar menn gaspra hér vanþekkingu sinni einnig saman þessi málefni. Ég ætla ekki að koma bara með í lokin, svo getum við tekið umræðina og tekið hana lengra. Ég get talað þetta svo sem klukkutími saman ef við áhugur á því. Það er nóg til. En það sem vil kannski rétt í lokin er þessi tölfræði og það er sjálfsagt að reyna að koma henni á framfæri hvernig þessu málum hefur verið háttað eftir að sjúkraflug hófst í núverandi mynd þegar það komið svona einhverju strúktúr á það 2002, hversu gífurlega mikið það hefur vaxið á þessu tímabili. Og þróunin er ekkert annað en að þetta mun aukast. Öldruðu þjóðarinnar, meiri umsvif, ferðamenn og það sem er að gerast almennt. Þannig að þessi þáttur mun bara aukast og vera mikilvægari og það sem ég raunlega vil gera með þessar umræðu, það er tvennt. Annars að koma því á framfæri
þetta með flugvélarnar og mikilvægi þeirra. Og ég ekkert að tala niður starfsemi Gæslunnar, og eins og ég tala við þá nokkru sinnum undanfarna vikur hjá Gæslunni, en það hafa safnað hörum upplýsingum þessi mál. Það fullur skilningu hjá þeim að þeir eru með góð björgunartæki annað, en þyrlu sem slíkar ekki bestu sjúkraflutningatækin. Og það skulum menn alltaf hafa í huga. Það eru fínar í erfiðum skilyrðum út á hafi upp á hálendi, þar sem ekki að koma við flugvélum, eins og kemur fram hérna, ég var að vitna í Jakob Ólafsson, flugstjóra á Gæslunni. En menn vilja, og þeir sem að þekkja til, þeir vita að það að leysa þessu í sameiningu með þessum hlutum. En vægið hér á okkar svæði og í heildinni, þá vægið miklu meira á flugvélum. Þetta hefur meira en tvöfaldast á síðustu 10 árum, tölfræðin, og væntanlega þetta svona sirka að vera aukningu upp á svona 130–40% á 10 árum frá þetta byrjaði. Ástæðan fyrir þetta staðsett á Akureyri er að þetta flugmiðja Íslands, og þau útskýra þetta svona bara ágætlega í þessari grein sem þau skrifuðu, að frá Akureyri getur komist alla þessa staði á 45 mínútum með flugi og er best staðsett, og síðan þetta náttúrulega aðgengi að læknum og hjúkrunarfólki til að geta sinnt þessu. En það sem þarf síðan að koma sterkt fram er það sem þessi heilbrigðisstarfsmenn sem ég var að vísa, stjórnendur á Heilbrigðisstofnun Norðurlands og Sjúkrahúsið á Akureyri að segja. Sjúkrahúsið, það er mjög ólíklegt í nálægri framtíð eða næstu áratugina geti sinnt öllu þau tilvikum, erfiðustu tilfellum sem uppkoma í landinu. Þannig að það þarf að stoppa umræðum sem snýr að því að halda þetta sé bara að sinna öllu. Þau tala ekki sjálf þannig. Þau þekki það. Það eru 3–4 heila- og taugaskurðlækningar í landinu sem eru að sinna öllu sem gerist í þessu landi á einhverjum og sinna öllu árinu 24 tíma á sólarhring. 3–4 læknar, heila- og taugaskurðlæknar. Og fámennið er það mikið á Íslandi að það verður aldrei hægt að byggja upp alla þessa þjónustu á mörgum stöðum, vítt og breytt landi, eins og sumir hafa verið í virkir athugasemdum hafa verið að skrifa í samfélagsmiðlum. Það kom með bókum bara rétt í lokin sem ég skilst að við náð einingum, og hún hljómar þannig: Bæjarstjórn Akureyrar skorar á ríkisstjórn Íslands og borgarstjórn Reykjavíkur að tryggja óskerta starfsemi Reykjavíkurflugvallar og tryggja þar með öryggishagsmuni íbúa landsbyggðanna. Að minnstakosti þangað til jafn góð eða betri lausn finnst. Það er með öllu ólíðandi að dregið verður úr öryggi sjúklinga og slasaðra sem þurfa að komast með hraði á landsbyggðann, þar sem staðsettir sérhæfð þjónusta svo sem hjartaþræðingar, heila- og taugaskurðlækningar og vökudeild. Árið 2015 voru 752 einstaklingar fluttir í sjúkraflugi, þar er rúmlega 85% með flugvélum íflugs og tæplega 15% með þyrlum Landhelgisgæslunnar. Því miður er óraunhæft að ætla að í náinni framtíð skapist þær aðstæður í íslenskri heilbrigðisþjónustu að ekki verið þörf á að koma mörgum af erfiðustu tilfellunum sem koma upp á landsbyggðunum á Landspítalann við Hringbraut. Mikilvægt er að aðgengi íbúa landsbyggðanna að öflugustu heilbrigðisþjónustu landsmanna sé tryggt. Takk. Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun greiða þessari bókun atkvæði mitt og samþykkja hana. Það er hins vegar nokkur atriði sem ég vil halda til haga. Öll erum við mjög áfram það að það séu góðar samgöngur við höfuðborgina, og ég held að það sé allt í lagi að fara nokkrum orðum ábyrgð hennar. Í borgríki eins og Ísland er, þar sem að 70% þjóðarinnar búa mjög þjappa saman á einu stað, þá er gríðarlega mikilvægt að það sé haft í huga þegar að menn skipuleggja samgöngur. Og það að vera höfuðborg færir staðnum töluverð réttindi, og
aðstöðu sem aðrir hafa ekki upp á að bjóða. Þar byggist upp stjórnsýslan, þar Alþingi og þar eru stærstu skólarnir. Þannig að það má segja að Reykjavík fái í vöggugjöf töluvert sem aðrir geta ekki vænst. Og við á minni stöðum eins og Akureyri sem eru þó að rembast við að vera einhvers konar borgarlíki þurfum að hamast og berjast fyrir að fá. Í því ljósi þá allt í lagi að gera kröfu á Reykjavík. Ég hef verið einn þeirra sem hef ekki viljað útiloka aðra staðsetningu í Reykjavíkurflugvelli. Það einfaldlega vegna þess að sagan kennir okkur að mannskepnan ótrúlegt fyrirbrigði og hefur tekist á við mörg vandamál og leyst þau alveg ótrúlega hátt. Þannig að mér finnst bara mjög ósennilegt að fyrir 65 árum hafi menn dottið niður á þá lausn sem fullkomin og best í þessum atriðum. Hins vegar, og ég get líka tekið hatt minn ofan fyrir Reykvíkingum, bæði þessum borgarmeirihluta og þeim fyrri þegar að Gísli Marteinn og Hanna Birna og fleira gott fólk réði í skipulagsmálum. Það hefur margt verið til fyrirmyndar hjá Reykjavík í skipulagsmálum og borgin hefur horft mjög skynsamlega til þeirra þróunar sem hefur átt sér stað mjög víða í bæði Evrópu og Bandaríkjunum á síðustu áru sem í rauninni vegur í átt að meiri sjálfbærni og minni orkusóun. Þegar því sleppt þá get ég nú ekki endilega séð að Reykjavíkurborg þurfi nauðsynlega að djöfla þessum hluta sinnar vinnu hraðast áfram og hraðar en annarra. Mér hefur sýnst á bara öllum þeim ágætu og minna ágætu og umdeildu og óumdeildu tillögum sem þeir hafa verið að sýna að það sé af nógu taka þannig að þeir hafi næg verkefni. Og mér finnst kannski algjör óþarfi hvort að borgin eða talsmenn hjartans í Vatnsmýrinni eða einhverjir flugstjórar eða einhverjir aðrir túlki bréf og samkomula rétt eða rangt. Fyrir þjóðina skiptir höfuðmáli að þessir aðilar komi sér upp úr skotgrófunum og fara að vinna lausnað miðað að málunum. Að því að ég held, alveg eins og ég get gagnrýnt Reykvíkinga harðlega fyrir að keyra þetta mál af býsna miklu offorsi á þess að reyna að ná sátt við stóran hluta borgarbúa og mikinn hluta landsbyggðarinnar, að þá finnst mér stundum talsmenn þeirra sjónarmiða að ekkert betra sé mögulegt en flugvöllur í Reykjavík séu að valda töluverðum skaða fyrir umræðuna. Hún verður þá svona típisk íslensk átakapólitík þar sem að menn standa og öskra á hverja aðra og þessu hefur reyndar verið alveg frábærlega lýst meðal annars í áramótasköpunni í Hittiðfirði. Þar sem að hjónin í rauninni gátu sameinast ótrúlegustu verkefni heimilisins og vandamál sem að steðjuðu að daglegu lífi en mistu sig bæði þegar að þau heyrðu orðið Reykjavíkurflugvöllur. Og þetta eitthvað sem við þurfum, ekki síst við, að því eins og bæjarfulltrúinn Njáll Trausti segir, að við erum gríðarlega stór hagsmunaaðili að því að það séu góða samgöngurinn á svæði. Við þurfum að sýna þann þroska og manndóm til þess að hífa umræðuna upp úr þessum farvegi. Og mér finnst það satt að segja vera býsna ljótur dómur yfir mannsandanum að treysta sér ekki til þess að ímynda sér að það geti fundist lausn sem að tekur þessari tilhögun fram. Bæjarfulltrúinn Njáll flutti ágætisræðu og ég get í mjög stórum hluta verið sammála og ég held að kannski það sem skilur okkur helst að ég hef meiri trú á því að við getum fundið lausn aðra heldur Reykjavíkurflugvöllurinn heldur en hann. Ég ber hins vegar virðingu fyrir hans sjónarmiðum
og vona þá að bæjarbúar og aðrir beri þá líka virðingu fyrir mínum. Ég hef nefnilega sagt að mér finnist ekki koma til greina að þessi völlur í Reykjavík í Vatnsmýrinni sé lagður niður fyrr en að við getum ná sátt að minnstakosti jafngóða og ég segi heldur betri lausn heldur en nú er. Og þar ég í rauninni algjörlega samhljóða þessum ágætu mönnum og konum sem að bæjarfulltrúinn Njáll vitnaði til og skrifuðu þessar greinar 3, nú man ég ekki hver skrifaði hvað, þar sem kemur einmitt fram að það sé skorað á stjórnvöld að tryggja þetta þangað til að jafngóð lausn eða jafngóð valkostur eins og það heitir finnist. Ég er bara hjartanlega sammála þessu. Þar er varnarlínan. Síðan eigum við að sjá sóknarfæri í stöðunni líka. Af hverju ættum við frekar heldur en frændur okkar, afar okkur og ömmur, langt aftur í aldir sem að standa fyrir fram að vandamáli? Af hverju ættum við að sætta okkur við bara núverandi stöðu? Af hverju er maðurinn kominn þangað sem hann er kominn? Það vegna sem hann er aldrei sætt sem við núverandi stöðu, hann er alltaf sótt fram. Stundum höfum við kannski farið full gull geist með þessu. En í greininni sem bæjarfulltrúinn Njáll vitnaði til, það stendur svona eitthvað á þá leið að vel skipulagt sjúkraflug sé besta leiðin til þess að vega upp fjarlægðir dreifðara byggða við Reykjavík. Það er algjörlega hárrétt. En það er eins og mikill misskilningur að halda að það sé eina leiðin til þess að halda flugbrauta endanum í Reykjavík í ákveðinni fjarlægð frá sjúkrahúsinu. Mér dettur í huga að það mætti nú kannski athuga það hvort það væri hægt að stytta útkallstíma flugmannanna, þessar ágætu flugmanna, hetjum loftsins sem að náttúrulega vinna afrek. Ég held að útkallstími núna sé 35 mínútur. Mér þætti þeim peningu vel varið að það veri gerðir myndarlegri samningur við Mýflug, þannig að þeir gætu tryggt að útkallstími verði styttur. Nú getur vel verið að það sé ekki möguleiki, það sé búið að reyna það, en það mætti skoða það held ég. Jafnvel að hafa þess að menn á vakt einhvern hluta ársins eða dagsins, það hljóta liggja fyrir einhverja líka tölfræði upplýsingar það hvenar er mest álag. Njáll nefndi ferðamannatímann, gerir ráð fyrir að það sé kannski toppur, ég veit það ekki. Það þarf líka að stytta þann tíma sem tekur fyrir sjúkling að komast undir hendur sérfræðings. Og mér minnir að það hafi verið hjartalæknirinn doktor Gunnar hérna á Akureyri, bróðir fyrrverandi bæjarfulltrúa Indu Bjarkar, sem að skrifaði grein og talaði í rauninni nauðsyn þess að fólk sem fái hjartaáfall komi sem fyrst í krumlunar á sérfræðingum og fólki sem veit hvað er að gerast. Og hann benti á ýmsa tækni til þess, einhverja skjái og einhver svona gagnvirk tæki, þannig að læknirinn þyrfti ekki að reiða sig á lýsinga bráðaliðans, heldur geti strax séð hjartalínur og annað. Þannig að það eru margar leiðir til þess að bæta þjónustuna. Flugið er auðvitað bara eitt og þurfum að halda því góðu og jafnvel betra, en svo eru aðra leiðir. Nú annað sem við megum ekki gleyma í þessar umræðu, það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Njáli að Akureyri er strategískt góður staður fyrir þessar höfuðstaðar og við munum berjast með kjafti og klóm fyrir að halda því. En helst myndum við auðvitað vilja sjá betri þjónustu fyrir Ísafjörð, fyrir Egilsstaði, fyrir Hornafjörð og fyrir aðra dreifða staði landsins. Af því að það eigi ekkert að felast nein forréttindi í því að hníga niður með kransaðastíflu á Akureyri frekar og öðrum stöðum hérna á svæðinu. Þannig að við þurfum líka að hjálpa okkar nágrönnum í því að þeir komist líka fyrr undir læknishendur en nú er. Þar held ég að við eigum nefnilega mikið að vinna. Við erum í svona, hvað er maður að segja á ljótu máli, skítsæmilegu málum og þurfum að halda sjó þar og helst ná betur. En það er býsna óhugguleg tilfinning, satt að segja, að vera staddur á Tjörnesi eða niður á Suðurfjörðum ef eitthvað bjátar á. Og við eigum, þó að við séum bara hérna í bæjarstjórn Akureyrar, við eigum að berjast fyrir allar byggðir landsins, ekki síður heldur en sjálf okkur. En ég styð þessa tillögu heils hugar og ég skal koma vaskur í þá sveit manna og kvenna sem að vilja
fá Reykvíkinga til að slaka aðeins á í þessari vinnu sinni þangað til að ný lausn finnst, en ég sannfærður fyllingu tímans þá finnst hún. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Allar leiðir liggja til Reykjavíkur. Þetta ekki ósvipað að gamla máltæki, allar leiðir liggja til Rómar. Málið nefnilega það að það alveg sama hvaðan sjúkraflugið og hvaðan fer, það þarf að komast til Reykjavíkur. Þar jú þetta hátækni sjúkrahús sem við landsbúar allir reiðum okkur á. Og ég ætla ekki að fara frekar í það hvert mikilvægi Reykjavíkurflugvallar í dag miðað við þá staðsetningu sem á hátækni sjúkrahúsinu og flugvallinu sjálfum. Og það liggur alveg ljóst fyrir að það margbúið að sýna fram á það að það gríðarlega mikilvægt að halda Reykjavíkurflugvalli óskertum eins og staðan í dag og sennilega býsna langa framtíð. Því að þó að við sjáum kannski fram á einhverja tæknilega lausnir einhvern tímann í framtíðinni þá þær ekki í sjónmáli í dag. Og þess vegna skiptir mjög miklu máli að halda þessari neyðarbraut opinni og það hefur verið sýnt fram á það að hún hefur skipt máli í þó nokkuð mörgum tilvikum núna undanfarið. Og það raun mjög alvarlegt mál því miður hvernig Isavia og Reykjavíkurborg hegða málflutningi sínum í þessu máli öllu saman. Og það ekki langt síðan að birtist grein með leyfi forseta á vísi.is sem var meðal annars verið að fjalla það hvernig upplýsingum sem að henta ekki hagsmunum þessar aðila raun og veru bara haldið til hliðar. Eins og segir með leyfi forseta að í þessari grein áhættu matshópur á vegum Isavia sem taldi óásættanlegt að loka minnstu flugbraut Reykjavíkurflugvallar hefur sent ríkisstjórninni alvarlegar athugasemdir við að hópurinn skyldi fyrirvaralaust hafa verið lagður niður fyrir jól. Ég skil ekki hvað þarna í gangi og það alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Loga. Það skiptir máli að við séum í málefnalegri samræðu og málefnalegri vinnu í þessu sambandi. Ég upplifi ekki mjög málefnalega vinnu af hálfu þessara aðila sem ég hef nefnt hér. Og þetta skiptir máli fyrir Akureyringa og þetta skiptir máli fyrir alla landsmenn. Og þess vegna tek ég að sjálfsögðu alveg heils hugar undir þessa tillögu og það bara ánægjulegt ef við náum algjörri samstöðu þessa bókun. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Áshildur. Við biðjum orðið. Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mitt innlegg í þessa umræðu ekki flókið. Það sem snýr að öryggi eitthvað sem fá orð ætti að þurfa að hafa Ef öryggi sjúklinga fórnað á þann hátt að við sjúkraflutningstíma bætast jafnvel tugir mínútna það mínum að ekki forsvaranlegt. Orð bæjarfulltrúa Njáls vekja mann vissulega til umhugsunar, tölurnar frekar óþægilegar og hugmyndin að líf og dauða sé oft að tefla heldur manni á tánum. Það vissulega þægilegt að hafa flugvöllinn inn í höfuðborginni, að komast til og frá miðbæ Akureyrar til miðbæ Reykjavíkur á innan við klukkustundi bara ansi þægilegt. Það ekki spurning, en þó þægindi með ræða fram og tilbaka situr öryggi ekki í sama sæti. Það þarf að ríkja sátt og það þarf að setja í forgang. Ef öryggi okkar ógnað ekkert annað að gera en að rísa upp á afturfæturnar og verja sig. Eins og bæjarfulltrúi Logi nefndi finnst mér þó umræðan samt stundum ná að fara yfir í Vatnsmýrar yfirráð eða dauða og ég set ákveðið spurningamerki við það.
Ég vil trúa því að hægt sé að finna lausn sem allir nái að una við, en til þess þurfa allir að koma að borðinu með opinn hug en ekki krosslaðar hendur. Ég styð þessa bókun. Takk. Áseldur Hín Valtýsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara svona aðeins til þess að taka þátt í umræðinu og lýsa því yfir að ég styð þessa bókun sem Njáll Trausti og hefur lögð hér fram. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti flutti hér áðan. Þetta er sameiginleg bókun bæjarstjórnar þar sem við erum í rauninni að lýsa yfir áhyggjum okkur af þessum málum varðandi Reykjavíkurflugvöll og það er náttúrulega ljóst að sýnir manna á þessu máli eru misjafnar. Menn horfa misjafnt á framtíðarflugvöll á Reykjavíkursvæðinu og Vatnsmýrin hefur löngu verið talið notuð í þessari baráttu. Og ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Loga að við þurfum í rauninni að koma okkur út úr þessum skotgröfum og mér finnst við hafa nokkuð beitt þeirri taktík hér í bæjarstjórn. Við höfum verið hófstilt í þessu, við höfum ályktað þessi mál þegar þetta hefur komið upp og við munum koma til með að gera það áfram með þessari bókun okkar hér í dag. En það er afar mikilvægt eins og framkemur í bókuninni að flugöryggi og fyrir sjúkraflug verði tryggt á meðan að ekki hefur fundist önnur lausn heldur en flugvöllurinn í Vatnsmýri og það þýðir einfaldlega það að flugvöllurinn í Vatnsmýri verður að sinna þessu hlutverki sínu og því erum við að mótmæla öllum þeim áformum sem að hugsanlega er verið að ráðast í til þess að draga úr notagildi þessar vallar á meðan ekki er búið að koma með ásættanlega og viðunandi lausn í staðinn. En ég vildi bara þá kannski líka nota tækifæri til þess að þakka bæjarfulltrúa Njáli fyrir að taka þetta mál á dagskrá og líka hans baráttu í þessu máli. Þannig að bara svo því sé til haldið en kemur sjálfsögðu til með að styðja þessa bókun. Takk. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Njáll Trausti Friðbertsson hefur beðið um orðið. Bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er allt í lagi að tala kannski koma með smá upplýsingar inn í þetta varðandi hvaðan fólki er flutt til Reykjavíkur í sjúkraflugi af landinu. Á síðasta ári voru 150 manns frá Akureyri, 100 frá Egilsstöðum cirka, Höfn, tæplega 60, Norðfirði 33, Ísafirði 30, Vestmannaeyjar 93, þetta er kannski, svo dreifist þetta inn á færri annar staðar. Og það er verið að reyna, sjá eins og Norðfirði, það er verið að fara að setja núna þessu ári 150 milljónir að reyna að bæta brautina þar og setja yfirbors malbik eða olíumöl á brautina þar, einmitt til að reyna að bæta þetta öryggi. En þið sjáu listan og þetta var bara það sem menn töldu mögulegt að gera og ég get alveg alltaf tekið undir það að auðvitað væri best að væri flugvélar víðar. Það var líka best og gott eða væri ennþá betri sérfræðingur annars sem er að fylgja með í sjúkrafluginu væri vítt og breytt líka með sjúkravélinni sem getur farið frá öllum þessu stöðum. Og það er mikilvægur þáttur í sjúkrafluginu sem hófst 2002, það er einmitt þessi samningar sem snéru þá líka að sjúkrahúsinu að manna og Heilbrigðisstofnun Norðurlands með viðeigandi sérfræðingum og læknum sem geta farið og hjúkrunarfræðingum sem geta farið með í ljósmæður, sem geta farið með í flug. En með að við baráttunum sem er búin að hafa við að halda þessu í þessu núverandi ástandi sjúkrafluginu í landinu eins og það er núna og það þurft að hafa svolítið fyrir því gegnum tíðina til að reyna að bæta og bæta. Og það voru vélar á Ísafirði og Vestmannaeyjum þangað til fyrir einhverjum árum síðan og þetta var það sem kom úr heilbrigðiskerfinu að menn myndu vilja fara í þessar áttir með þetta að reyna að manna þannig að færu ekki læknar líka úr heimabyggðinni þannig að hér væri kannski skilið eftir læknislaust en þetta er vítt og breytt en það eru langflestir sem fara frá Akureyri. Og raunverulega væri fróðlegt og kannski rannsóknarnefnd að fá þá tölfræðin yfir það, menn minn grunnur er kannski að jafnaði geti það fólk verið meira alvarlega veikt, en þess að við erum þó með mjög gott sjúkrahús hérna, en við höfum bara ekki sérfræðinga eða getu til að sinna öllu. Og hluti kannski sem ég gleymdi áðan, ég man ekki hvort ég minnst það, varðandi læknisþjónustuna og læknana, það er ekki bara það að menn hafi ekki mannaflið í öllum greinum sérfræðingana til að sinna þessu erfistu tilvikum, heldur er svo mikilvægt atriði í þessu er að halda
þessu sérmenntaða fólki í lækningunum í þjálfun. Það þurfa að koma upp ákveðin fjöldi tilvika til þess að sé að menn geti haldið þjónustunni gangandi. Og þar komum við bara aftur að þessari mannfæð sem við búum við hér á landi. Og það nú meira svo þannig að þessi sérfræðingar á Landspítalanum sem að taka við þessu tilvikum hérna og þar á landi, þeir eru síðan að fara út í endurþjálfun úr landinu til þess að ná kannski ákveðnum fjölda af aðgerðum annað á hverju ári. Kannski ekki, og það má vel vera og hefur örugglega verið skoðað með útkallstíma á sjúkrafluginu að það megi skoða þetta, en þetta þekkið ekki, en þetta er það sem er talið það sem er kallað F1 og F2 að menn komist í lofti á 35 mínútum alla sólarhringinn. En þá er það bara meiri kostnaður og auðvitað bara peningar og menn bara fara þá í það að skoða það hvaða möguleikar eru í þeirri stöðu. Og forréttindi að fá kransæðastíflur, forréttindin þá ættu þá miðað við þetta eru í Reykjavík. Ef við ætlum að taka umræðan á þessum nótum, þá forréttindin er þá bara að vera í 100 Reykjavík og fá þessa kransæðastíflu. Ef við munum alltaf orða þetta með þessum hætti, þá er forgangurinn þar. Þannig að mér finnst þetta svona að vera komið út í einhverja skrýtnari dæmi. Og síðan þetta varðandi það sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kemur inn á hérna, þetta með hógværðina. Ég bara veit ekki hvenær menn ætla þá að vakna og reyna að láta heyra í sér í þessu máli, hvenær á hvaða tímapunkti þessi hógværð er búin. Hvenær kemur eiginlega sá tímapunktur að menn rísa þá upp til þess að taka á málinu. Ef það er ekki núna og hvernig staðan er í þessu máli á þessu tímapunkti, þá vil ég bara gjarnan fá að vita það hjá meirihlutanum hérna, hjá okkur þremur í meirihlutanum, oddvitum meirihlutans, hvar er þessi tímapunktur þar sem menn hætta að vera hógværir og ætla að fara að taka þá af krafti á málinu. Og endilega komið svör við því. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum svona reynt að vera sæmilega sátthús öll hérna inni í okkar málflutningi. Ég man nú ekki betur en að ég hafi aðeins hvesst klærnar í umræðum heilbrigðismál fyrir hálfum mánuði síðan. Og þá var ég hundskammaður fyrir að vera að leggja embættismann í einelti. Stundum þurfum við að láta heyra í okkur. Við metum það þetta bara sjálf með hvað hætti við gerum það. Og auðvitað má kannski segja það að það hefur verið ósmekklegt að taka þannig til orða að það verið forréttindi og kransæðastíflu á Akureyri frekar en annar staðar. Og ég hefði nú kannski átt að gera það öðruvísi. Hins vegar stendur eftir kjarni málsins að við þurfum líka að berjast með dreifðari byggðum landsins vegna þess að þrátt fyrir allt þá erum við heppin hér á Akureyri og þurfum að standa vörð auðvitað þá þjónustu. En mér datt bara í hug í framhaldi af ræðu bæjarfulltrúa Njáls sem var góð og hann styður greinilega okkur sem að viljum víkka út þessa þjónustu og það er náttúrulega alveg jafn mikilvægar 8 mínútur frá brautarendanum að sjúkrahúsinu og ef við getum stytt í rauninni útkallstíma flugmanna 8 mínútur, kannski mikilvægir meira í þeim endanum, en látið það nú vera. Og það er dýrt að gera þetta og það er dýrt að manna betur bráðalækningar og sérfræðinga og það er dýrt örugglega að leggja peninga á Egilsstaði, Neskaupstað, Ísafjörð, Höfn og Vestmannaeyjar. Þá dettum við nú bara ein býsna góð leið í hug. Og við höfum haft þann háttinn á að koma ekki fyrirvaralaust með bókanir, þannig að ég ætla ekki að gera það hérna. En ég mun jafnvel kalla eftir umræðu það á næstunni og taka það fyrir. Hvort við eigum þó ekki að hvetja ríkisstjórn Íslands til þess að hækka skatta, til þess að skerpa á skattþrepum og ná þeim nauðsynlegu peningum sem við þurfum til þess að verja öryggi okkar sem búum á landsbyggðinni og tryggja okkur sambærileg lífsgæði á við það sem að Reykvíkingar búa við. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, biður málið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi umræðum flugvöllin hefur nú verið tekin hér áður og við erum svona sem náttúrulega núna kannski í dag að tala um sjúkraflugið. Ég áttaði mig ekki á því að ég myndi æsa bæjarfulltrúa Njál svo mikið upp með einu orði. Það var kannski ekki beint þannig sem ég ætlaði að koma inn í þessu umræðu. Ég kom hérna upp til þess að lýsa ánægjuminni með það að við værum hér að senda frá okkur bókun sem að væri þá til þess að reyna að brýna yfirvöld landsins og Reykjavíkurborgar til þess að finna lausn. Það er það sem við hefum gert hér aftur og aftur og við hefum verið að tala um þetta á opinberu vettvangi. Við hefum ýmislegt gert, við hefum átt samtöl við bæjarfulltrúa, borgarfulltrúa í Reykjavík, við hefum átt samtöl við alþingismenn og við hefum á hvarvetna verið að láta í okkur heyra vegna þessa máls. Þannig að það getur vel verið að ég hef ekki átt að nota orðið hógværð sem ég hef að nota, heldur var ég bara að meina það að við Akureyringar og bæjarfulltrúar Akureyrar höfum verið að leggja áherslu að við séum ekki að láta draga okkur onni í eitthvað skítkast í skotgröfum. Það snýst málið. Ég ætlaði ekki að fara að æsa neitt til efna til neins æsing hér í bæjarstjórn út af þessu máli. Ég fyrst og fremst bara ánægður með að þetta mál við skulum vera að benda á þessa hluti og var fyrst og fremst að koma upp til þess að lýsa stuðningi við það. En ég er ennþá á því að við höfum að mörgu leyti hagað málum ágætlega hér í bæjarstjórn. Við höfum verið að bóka þessi mál að frumkvæði Njáls Trausta bæjarfulltrúa. Þannig að auðvitað er þetta lífsspursmál fyrir okkur. Og ég trúi því, það er nú búið að vera ýmislegt í gangi, ég menna að það hefur verið rögnunefnd og ég ætla kannski ekki að fara inn í þetta mál eins að bæjarfulltrúi Njáll er okkar manna fróðustur hvernig framgangur þessa máls hefur verið. En hins vegar erum við öll á sömu skoðunni og við erum öll með þennan málflutning. Við verðum að tryggja það að Reykjavíkurflugvöllur verði þar sem hann er þar til og ef að finnst önnur sambærileg lausn. Það er öllum ljóst og fyrir því höfum við barist hvar sem er og hvenær sem er. Þannig ég ætlaði svona aðeins bara að draga úr þessum æsingi að við erum í sama liðinu, bæjarfulltrúi Njáll og vonandi verðum við það áfram. Takk fyrir. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi að loka máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það liggur við að maður verði bara æstur. Ég velti því fyrir mér í því samhengi sem að bæjarfulltrúi Logi er að setja þetta mál núna, hvort það sé ekki akkurat tilefni til þess núna að komandi bæjarstjórnar fundum að fara að ræða forystu hlutverk Akureyrarbæjar á landsbyggðinni eða í landsbyggðunum. Vegna þess að ég held að það sé alveg hárrétt sem bæjarfulltrúi Njáll benti hérna á að það þarf kannski að beita örlitlu meiri svona, ég veit ekki hvað að kalla, við þurfum að vera miklu meira ábyrrandi í umræðinni sem forystu sveitarfélag á landsbyggðinni eins og við vorum hér á árum áður. Og við bendum nú á það hérna í kosningabaráttunni að það hlutverk hefði nú glatast töluvert og við værum ekki lengur í þessari stöðu sem við vorum. Og ef að það er málið að við eigum að vera það sem við erum nefnilega í þessu máli vegna þess að við höfum kannski staðið í þessari baráttu og þar hefur bæjarfulltrúi Njáll verið í fararbroddi fyrir tilveru Reykjavíkurflugvallar og þetta er ekki bara gagnast okkur einum, þetta gagnast öllu landinu, við erum átt okkur á því. Og mér langar aðeins til að nefna það að við samþykktum ekki ólíka bókun á aðalfundi Eyþings í haust. Ég hef sjálfur ekki orðið var við nokkra einustu umræðum þá bókun. Við ekki einu sinni séð hvar hún birtist, nema þá hjá Eyþingi. Mér finnst þetta pínu alvarlegt mál líka vegna þess að þarna er einhver pottur brotin sem við þurfum virkilega að huga að. Og það er alveg bara bráðnauðsynlegt að við séum mun hvassari í þeim málum sem skipta okkur öllu máli. Þetta er eitt af þeim málum. Þetta er bara eitt af þeim málum. Og það verður bara ekki til að því komist.
og svo það náttúrulega alltaf einfaldasta leiðin til þess að redda hlutunum, það bara að hækka álögur og fólk og eyða þá meiri pening í stað þess að velta því fyrir sig hvernig hægt að gera hlutina með einhverjum hagkvæmari hætti og jafnvel með betri þjónustu án þess endilega að hækka álögur og fólk. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Það byrja Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúa og varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er grafalvarlegt mál og ég veit ekki betur en að við höfum tekið þetta fyrir hér í bæjarstjórn í 3 eða 4 gang sem að þetta hefur verið rætt hérna og enga síður þá og við höfum bókað ítrekað að það þurfa að verja þetta mál að gæta þess að Reykjavíkurborg fari ekki þarna fram án þess að það verði annar sambærilegu kostur eða betri sem að til staðar. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt og við höfum náttúrulega margoft komið og sagt þetta og ég get vel skilið það að menn séu orðnir pirraðir en ég velti fyrir mér hvað getum við gert annað en það. Við höfum rætt þetta við ráðherra og ég veit ekki betur en að ráðherra Ólöf Nordal sé okkur fullkomlega sammála og hún hefur verið að verja þetta mál fyrir landsbyggðarnar og verja þetta mál að Reykjavíkurborg fari ekki bara fram að sínum vilja vegna þess að það bæði komið frá Rögnunefndinni, frá bæjarstjórnum út á landi og sveitarstjórnum og þessari hér bæjarstjórn ítrekkaðar bókanir og ályktanir það að það verði ekkert gert fyrir en það er búið að finna sambærilegan kost. Og ég veit ekki betur en að við höfum staðið og látið í okkur heyra. Það þarf, að láta sér ennþá, við þurfum að láta í okkur heyra enn meira, en þetta svona, hvað að segja, þarna einhverja aðilar sem ætla sér alla leið og hvort sem það þrýstingur á einhverjum verktökum eða einhverjum öðrum að ætla sér að byggja þarna upp, en við munum standa sem sveitarfélag, vörðum það að það verði ekkert gert þarna fyrir að það komið sambærilegu kostur eða betri, vegna þess að þetta grafalvarlegt mál fyrir okkur sem þurfum að sækja þjónustu inn til höfuðborgarinnar, bæði sjúkraþjónustu og aðra þjónustu. Og þetta náttúrulega númer 1, 2 og 3, þá tek ég undir orð Ásildar að þetta snýst öryggi. Og meðan að það í voða, þá þurfum við að gæta þess að þau fari ekki þarna fram í þessum framkvæmdum. Ég veit það ekki, ég skil Njál Trausta, bæjarfulltrúa Njál Trausta þannig að hann segir að máli sé bara hingað ekki lengra. Við verðum einfaldlega að stoppa þetta. Ég veit ekki hvernig við sem sveitarfélag stoppum Reykjavíkurborg á sínu svæði. Ég held að það séu bara dómstólar, ráðherrar og ég veit ekki betur en að ríkið eigi hluta af þessu landi sem ræðir og við verðum að treysta á það að ríkisstjórnin og ráðherra og þeir sem fara með valdi þar vinni og gæti hagsmuni allra landsmanna og sjáum til þess að við höfum aðgang að þessu háskóla sjúkrahúsi og okkar Landspítala þar sem okkar helstu sérfræðingar eru vegna þess að við munum aldrei vera með jafn öflugt sjúkrahús hér á Akureyri eins og á höfuðborgarsvæðinu. Það bara gengur ekki upp, við erum bara alltaf lítið land, við erum bara lítið þorp. Þannig og Akureyri leiðandi sveitarfélag, það horft til Akureyrar í mjög mörgum málum. Við erum leiðandi á mjög mörgum sviðum og það eru alls konar, það sem kannski helsta vandamál okkar í dag hvernig ríkið sækir af okkur eða hvernig ríkið vill ekki uppfylla samninga. Ég ætla ekki að fara að eyða þessum fundi í það núna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías hefur lokið máli sínu og tekur nú við stjórn fundarins. Orðið er laust. Njál Trausti, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Svona rétt í loki vil ég bara ítreka og bara þakka fyrir fína umræðu
og ég vona svo sannarlega við munum öll halda áfram að taka á því í þessu máli á næstu misserum. Ég vil bara rétt í lokin ítreka það að þó að umræðan hafi snúist mikið neyðarbrautina undanfarin ár og misseri, að á þetta ártal sem gert ráð fyrir aðalskipulaginu 2022, það sem ég sagði áðan, að Norður-Suðurbrautin sé farin 2022. Það eru 6 ár. Miðað við það sem við auglýstu 2016, það sem er auglýstu aðalskipulag sínum tíma, þannig að það lengja það, þá átti að vera 2016, en langast að lengjum 2022. Það er rosalega stuttur tími. Og það er nákvæmlega þetta sem menn hafa verið að tala um. Ef menn ætla að reyna að ná einhverju samningaferli á stað í þessu máli, þá verða menn líka að losa þessa gríðarlegu spennu sem bara, vegna þess að þetta alltaf að gerast í núinu. Ef menn ætla að fara að ná þessu upp úr einhverju átakafarvegi, sem ég svo sannarlega vildi sjá gerast, að þá verða menn líka að setja sér upp einhver tímamörk og annað. Og ég vil kannski benda líka að það var heilmikil umræða í Svíþjóð Brommaflugvöll, og sænska þingið tók síðast af því máli núna fyrir jól, og það var svipað dæmi þar sem að sveitarfélögin í Stokkhólmi, einhver vildu losna Brommaflugvöll, en það var niðurstaða sænska þingsins, umræða þar á Þorláksmessu, allt gerist greinilega á Þorláksmessu á Norðurlöndum, að hafna því, og völlurinn hefur þá núna stöðu áfram til 2038. Þetta á nákvæmlega sömu forsendum við erum umræðin á Íslandi Reykjavíkurflugvöll, þá er sams konar hugmyndafræði þar sem snýr að öryggishagsmunum Svíþjóðar og sjúkraflugi. Þetta er sama mál sem menn eiga við í Svíþjóð. En bara rétt að ítreka það með þennan tímafaktor sem er í gangi í þessu máli, að það verður mjög erfitt með þennan tíma eins og allt liggjandi svona undir að reyna að ná einhverju svona betri umræðum í rólegheitunum þetta mál. Menn hefur byrjað að byggja fyrir bókstaflega fyrir eina flugbrautina, einn endan. Þá er svolítið erfitt að vera rosalega slakur bara yfir því og öllu því farvegi og öllu því sem er í gangi, þannig að það er engin tími, þetta er bara komið. Og það er það sem að mér finnst menn vera, og getur vel verið að essi mig eitthvað yfir einn áðan, en það er þetta sem að við vera ákveðin vantar meiri skilningi, að tíminn er liðinn, menn eru byrjaðir og eru á fullu og allir tímarammar og allt stefna bara í eina átt. Takk. Björn Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá ætla ég að lesa framkomna bókun sem er búið að leggja fram. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á ríkisstjórn Íslands og borgarstjórn Reykjavíkur að tryggja óskerta starfsemi Reykjavíkurflugvallar og tryggja þar með öryggishagsmuni íbúa landsbyggðanna að minnsta kosti þangað til að jafngóð eða betri lausn finnst. Það er með öllu ólíðandi að dregið verði úr öryggi sjúklinga og slasaðra sem þurfa að komast með hraði á Landspítalann þar sem staðsett er sérfræðiþjónusta, hjartaþræðingar, heila- og taugaskurðlækninga og vökudeild. Árið 2015 voru 752 einstaklingar fluttir í sjúkraflugi, þar af rúmlega 85% með flugvélum Mýflugs og tæplega 15% með þyrlum Landhelgisgæslunnar. Því miður eru óraunhæft að ætla að í náinni framtíð skapist þær aðstæður að íslensk heilbrigðisþjónusta að ekki verði þörf á að koma mörgum af erfiðustu tilfellum sem komu upp á landsbyggðunum á Landspítalann við Hringbraut. Mikilvægt er að aðgengi íbúa landsbyggðanna að öfluga heilbrigðisþjónustu landsmanna sé tryggt. Þessi geta stutt þessa bókun sem skefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. dagskrárliður, starfsáætlun stefnuræða, nefnda 2016 stjórn Akureyrarstofu. Starfsáætlun og stefnuræða stjórnar Akureyrarstofu í samræmi við samþykkti bæjarstjórnar frá 21. apríl 2015 að formaður fastanefndan sem ekki á sæti í bæjarstjórn mæti á fund bæjarstjórnar hafi framsögu. Það ekki þótt í umræðu og svari fyrirspurningu þegar umræðu með stefnt og starfsáætlun málaflokksins fer fram. Unnar Jónsson, formaður stjórnar Akureyrarstofu, er hér mættur og tekur til máls.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu þannig skipuð ásamt mér sem er formaður, Sigfús Karlsson frá Framsóknarflokki, varaformaður. Aðrir stjórnir Anna Hildur Guðmundsdóttir frá L-lista, Hildur Friðriksdóttir frá Vinstri grænum og Eva Hrund Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki. Auk þess er Eva Dögg Fjölninsdóttir áheyrnarfulltrúi frá Bjartri framtíð. Þórgnir Dýrfjörð, framkvæmdastjóri, kom aftur til starfa í lok sumars eftir 9 mánaða námsleyfi en Skúli Gautason leysti hann af. Á Akureyrarstofu starfa annars 3 verkefnastjórar, hver á sínu sviði, viðburða- og menningarmála, kynningarmála og ferðamála. Til stóð að bæta við einum sem myndi annast viðburðamál og markaðssetningu á nýmiðlum. Til þessa er fjárheimild í áætlun frá því á síðasta ári en ráðningu hefur nú verið frestað meðan aðgerðarhópur fjármál Akureyrarbæjar er á störfum. Markmiðið starfinu er að efla þátt menningar í starfseminni og efla markaðssókn ekki síst á íbúðamarkaði. Samþykktir Akureyrarstofu voru endurskoðaðar fyrir ári síðan og helstu verkefni stjórnar eru eftirtalin. Að stuðla að öflugu starfi í málaflokkum sínum og hafa það samstarfi aðila sem starfa á því sviði, meðal annars með gerð sérstakra samstarfssamninga þar sem það á við. Að efla og samræma kynningar og markaðsmál Akureyrarbæjar, að hafa eftirlit með rekstri stofnana Akureyrarbæjar sem starfa að verksviði hennar, að fylgjast með starfsemi stofnana og félaga er njóta styrkja stjórnar Akureyrarstofu, að líta eftir að til séu sem gleggstar upplýsingar verkefni stjórnarinnar og upplýsingar þá þjónustu sem í boði séu aðgengilegar á einum stað fyrir bæjarbúa, ferðafólk og aðra. Að hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem gerðir eru við ráðuneyti samstarf ríkisins og Akureyrarbæjar málefni á verksviði stjórnarinnar. Að skapa samráðsvettvang milli bæjarfélagsins og hagsmunaaðila á verkefnasviði stjórnar Akureyrarstofu. Tilgangur Akureyrarstofu er að vera heimahöfn fyrir það málaflokka sem undir hana heyra og nýta þá samlegð sem að því skapast að skipa þeim saman, fremur en sundur, eins og í 2 manna einingum eins og áður var. Þannig nýtist sá mannauður sem til staðar er betur. Árangurinn af því skipulagi er ótvíræður og til eftirbreytni. Iðulega er verkefni á einu sviði verðmæti á öðru. Akureyri er miðdepil starfseminnar og megin vettvangur en Akureyrarstofa annast jafnframt öflugt og gott samstarfið og aðila sem annast ferða, þróunar og markaðsmál í nágrenni Akureyrar, svo sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi og menningarráð Eyþings. Markmiðið er að Akureyri vaxi í hugum íbúa og gesta sem mjög áhugaverður áfangastaður fremur en viðkomustaður. Leiðarljós Akureyrarstofu og starfsmanna hennar er að Akureyri sem höfuðstað Norðurlands tryggi sinn sess sem vinsæll áfangastaður og búsetukostur, þekkt fyrir góða ferðaþjónustu allt árið og kraftmikið og gott líf. Í samstarfssamningi Samfylkingar, Framsóknarflokksins og L-listan meirihlutasamstarf við bæjarstjórn Akureyrar árin 2014 til 2018 eru eftirfarandi atriði tiltekin á verksviði Akureyrarstofu sem á að vinna að á kjörtímabilinu. Efla markaðsrannsóknir og markaðssóknir ferðaþjónustu allt árið, stuðla að atvinnu frumkvæði á öllum sviðum, skapa umhverfi með það markmið að fjölga atvinnutækifærum, beita sér fyrir öflugu millilandaflugi allt árið, marka skýra stefnu í málefnum norðurslóða, auka vægi lista og menningar í skólastarfi og uppeldi barna, efla lista og menningarstarf, styðja við uppbyggingu menningar sem atvinnugreinar, auka samstarf og samrekstur menningarstofnana, tengja betur menningarstofnanir og skólastarf, hefja undirbúning af stofnun listaskóla barna og unglinga og ljúka byggingu listasafnsins. Mörg þessara verkefna eru í stöður í vinnslu, önnur komin á góðan rekspöl og að einhverjum þarf að huga betur eins og gengur. Nokkur er einnig á könnu atvinnumála nefndar. 3 þeirra atriða sem nefndir í meirihlutasamningnum snúast að efla menningarstarf meðal ungs fólks á Akureyri og í því samhengi er sérlega ánægjulegt að nú hafi náð samkomulag milli leikfélags MA og menningarfélags Akureyrar að leiksýning menntskæringa fá inn í samkomuhúsinu. Þá er verkefni eins og listasamkeppnin Ungskáld sem er fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 25 ára dæmi hvernig virkja má sköpunarkraft unga fólksins. Verkefnið er samvinnuverkefni Ungmennahússins í Rósenborg, Amtsbókasafnsins, Akureyrarstofu, Menntaskólann á Akureyri, Verkmenntaskólans á Akureyri
og í góðri samvinnu við Framhaldsskólann á Húsavík, Menningarfélagið Hraun og Skáldahúsinu á Akureyri. Stuttmyndakeppnin Stulli er annað dæmi virkjun af þessu tagi. Samstarf leikfélagsins, Sinfóníunar og Menningarhússins Hofs í Menningarfélagi Akureyrar hefur nú þegar gefið mjög góða raun og það er mjög ánægjulegt að sjá á hve miklum krafti það hefur farið af stað. Þar náðist bæði árangur í efla starfsemina og gera reksturinn markvissari og hagkvæmari. Þessi tilraun gæti orðið til eftirbreytni á öðrum menningarstofnunum á landinu og með öðrum orðum stefnumarkandi fyrir Akureyri og mögulega fyrir fleiri. Umræðan möguleika leikfélaga framhaldsskólanna að nýta hof eða samkomuhúsið hefur minnt á nauðsyn þess að koma á fót sjóði sem hafi þann tilgang að styrkja ungt listafólk til þess að nýta þessa dýrustu vettvanga bæjarins. Þetta er hugmynd sem fylgt hefur rekstrarmódeli Hofs alveg frá upphafi en hefur ekki tekist að gera veruleika. Sjóðurinn á að vera óháður rekstri menningarfélagsins og þannig geti ungt efnaminna listafólk staðið jafnfætis öðrum þekktari. Og stjórnendur menningarfélagsins þyrftu ekki að gera ákveðnum hópum sérstaklega greiða. Aukin framlög ríkisins í gegnum menningarsamningin gefa okkur færi á að klára þetta mál á þessu ári. Nú er í undirbúningi að endurbyggja húsnæði Listasafns Akureyrar enda löngu tímabært að þær framkvæmdir sem hafa staðið til árum saman fara af stað og safninu verði búin svo aðstaða sem nauðsynleg er til að halda út öflugu starfi við aðstæður sem hæfa starfseminni og uppfylla kröfur varðandi aðgengi, öryggi og meðferð listmuna. Ef til vill má segja að með uppbyggingu Listasafnsins sé listagilið sem hefur borið róður menningarstarfsemi á Akureyri víða því sem næst fullmótað. Aðeins eftir að gera skurk í umhverfismálum frá því sem nú er. Nýtt og glæsilegt listasafn mun án efa bæta ásýnd gilsins og styrkja mannlífið í miðbænum enn frekar. Í bígerð er að setja Akureyri safnastefnu. Þegar hefur menningarstefnan verið endurskoðuð, það var árinu 2013, en hún gildir til ársins 2018. Þar var drepið stuttlega á mikilvægustu stefnumál varðandi söfn. Jafnframt var sett fram skýr athugasemd að nauðsynlegt væri að setja Akureyrarbæ heildstæða safnastefnu. Undirbúningur hófst á síðast ári en markmið er að vinna komist á fullan skrið í vor. Eitt mikilvægasta atriðið er að Akureyrarbær setji ekki á stofn eða taki þátt í stofnum safna nema áður hafi verið leitað til fagaðila eftir umsögn. Best verður að koma á fót slíku fagráði sem fyrst. Á síðast ári var tekin upp þráðurinn með listasumar á Akureyri. Ráðan var sérstakur verkefnastjóri til að stýra því en ljóst að nokkur ára þróunarverkefni er að ræða. Á listasumar að vera fyrst og fremst dagskrárgerð það sem er í boði yfir sumartíman eða á það að færast nær því að vera hefðbundin listahátíð. Í sumar heillar undir að virkjun ungs og upprennandi listafólks verði megin stef. Í haust tók Akureyrarstofa ákvörðun að sameina stjórn listasumars og Akureyrarvöku og í þessari viku verður lögð fram tillaga hvernig henni verður háttað. Þegar er ákveðið að verkefnastjórinn verði einn og einn sami í stað tveggja áður og tillagan felur í sér að myndað verði lítið stýrihópur með þátttöku starfsmanna og fulltrúa og stjórn Akureyrarstofu honum til stuðnings. Ferðamálin munu koma til ítarlegrar umfjöllunar hér í bæjarstjórn þar sem nú styttist í að lokið verði við nýja ferðamálastefnu. Langkomin drög að henni verða tekin fyrir í stýrihópi og stjórn Akureyrarstofu í þessari viku. Eitt megin hlutverk bæjarins í ferðamálum er að stuðla að því í samvinnu við hagsmunaaðila að Akureyri verði efld enn frekar sem vinsæll og góður áfangastaður. Við höfum gengið út frá því að litið hafi verið á Akureyri fremur sem viðkomustað en vel hefur gengið að breyta þeirri mynd. En betur má við duga skal, það gerir enginn fyrir okkur, það er okkar áskorun í samstarfi við greinina sjálfa. Á sama tíma er brýnt að muna að hreppamörk eru merkingarlaus í ferðaþjónustu. Svo öflug samvinna okkar við nágranna í landshlutanum er forsenda árangurs. Þar gegnir Markaðsstofa Norðurlands megin hlutverki. Einhvers staðar var skilgreining á ferðaþjónustu sú að hún sé kaupgeta sem er flutt yfir skilgreind landamæri. Vitaskuld er þetta mikil einföldun, en má kannski til sannsvegar færa. Þegar við ferðumst, þá flytjum við með okkur kaupgetuna og gestgjafar okkar fá að njóta hennar stundarsakir. Við viljum auðvitað fá að njóta kaupgetu ferðamanna í sem allra mestu mæli,
með því að fá betri nýtingu á fjárfestingu og þjónustu. Ferðamenn eru nýjir tímabundnir íbúar sem njóta á þess að þurfa á kostnaðarsamri samfélagslegri þjónustu að halda á sama tíma. Þess vegna eigum við að stefna á að vera smám saman besta útgáfan á áfangastaðnum Akureyri sem við getum orðið. Og við verðum að vera samkeppnisfær nú þegar erlendum gestum fjölgar ár frá ári. Eitt lykilatriði í nýrri ferðamálastefnu brýn nauðsyn þess að jafna mun á eftirspurn milli árstíða. Þetta æpir á okkur á mynd sem þið hafið fengið í prentaðri útgáfu þessari ræðu. Og þetta er úr samantekt úr væntanlegri ferðamálastefnu. Þegar myndin er skoðuð þá er rétt að hafa í huga að milli áranna 2010 og 2014 hefur framboð gistingu aukist þannig að gistunóttum getur hafa fjölgað þó að hlutfall batni ekki. En að myndinni sést glögglega hvert verkefnið er að vinna á og minnka þær axlir, svo maður kalla, sem við blasa. Í stefnudrögunum eru nefndar nokkrar leiðir og meðal þeirra er beint millilandaflug, aukin markaðssókn og fjölgun afþreyingartilboða. Þetta er nokkuð sérkennileg staða á sama tíma og Reykjavík er í raun meira og minna full. Mér er sagt að nú þurfa að panta sér aðgangi Bláa lónið með að jafnaði 3 vikna fyrirvara. En hvað sem því líður þá býða okkur augljóslega skemmtilegar og ögrandi áskoranir því að nóg rúm er fyrir bætingum. Mér langar að nefna nokkuð verkefni meðal margra sem eru í vinnslu. Nú er í smíðum af frumkvæði Akureyrarstofu nýtt tilboð til ferðamanna sem kallast The Arctic Circle Route og er samvinnuverkefni sveitarfélaga og aðila norðan, austan og vestan við okkur og snýst að búa til nýja ferðamannaleið sem eru raun 2 hringir, einn austur frá Akureyri og annar í vestur Tröllaskaga og Skagafjörð. Sótt hefur verið styrki til verkefnisins og markmiðið er það að það verði orðið að tilbúinni vöru næsta haust. Allt sem ber fyrir augu er kynnt sérstaklega og tilgreint hvaða þjónusta er í boði á hverjum árstíma. Nú eftir jólin hittist hópur hagsmunaaðila með fulltrúum Akureyrarstofu og markaðsskrifstofu Norðurlands til að fara yfir hvernig hefur gengið að laða til bæjarins og þjónusta erlenda ferðamenn yfir hátíðarnar. Í stuttum máli er staðan svo að fremur fáir erlendi gestir sækja bæinn heim yfir hátíðarnar og ef við viljum gera átakið auka eftirspurnina þá þarf að auka þjónustu opinbera og einkaaðila í skrefum á næstu árum. Niðurstaða fundarins var að koma á skuldbindandi áætlun til 2-3 ára þar sem hagsmunaaðilar skiptast á að hafa opið og veita þjónustu. Þannig dreifist mögulegur hallarekstur sem getur tímabundið fyllt aukinni markaðssókn og fleiri aðila en nú er og líkur árangri aukast til muna. Helgina verði tilraunarskýrni auglýst áhugasömum aðilum til að standa fyrir sumarafþreyingu í Hlíðarfjalli. Þeir myndu þá leigja hluta eða alla aðstöðu þar en ýmsir möguleikar á afþreyingu komu til greina. Eins og fyrir fjallahjólamennsku og sleðabrautir þar sem menn fara á eins konar lestarspori niður brekkurnar. Verkefni er að frumkvæði íþróttaráðs en Akureyrarstofa tekur þátt í því með aðstoð við kynningu og mun taka þátt í mati af þeim hugmyndum sem berast. Að lokum má svo nefna að í undirbúningu er viðamikil viðhorfskönnun meðal gesta á Akureyri frá því snemma vors til hausts. Hún mun færa okkur mikilvægar upplýsingar hvað gengur vel og hvað má betur fara. Líta má á kynningamál sem miðjuna í starfsemi Akureyrarstofu. Leið og þau eru sjálfstætt viðfangsefni, þá eru þau leið órjúfanlegur þáttur ferðamála og mikilvægur þáttur í menningarstarfi þar sem stöðu kynningarstarfsemi fer fram. Vefstjórn akureyri.is og visitakureyri.is fyrir einnig fram á Akureyrarstofu og þar með þjónusta við upplýsingarhlið stjórnsýslunnar. Viðhald, vefa og uppbygging þarf að vera stöður í endurskoðun. Vefur Akureyrarbæjar fékk viðurkenningu sem besti sveitarfélagavefurinn árið 2011 eftir gagngerar endurbætur þar sem mikil vinna var lögð í að gringan ef svo má orðið komast leið að hann var fluttur til nýs þjónustuaðila. Nú er komin tími á nýja endurskoðun og er ætlað nokkurt fé til þess í fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Á síðasta fundi stjórnar Akureyrarstofu var lögð fram tillaga að bæjarráð skipi vinnuhóp sem taki að sér að leiða mótun upplýsingastefnu Akureyrarbæjar. Svo skemmtilega vill til að þetta er jafnframt ein af mörgum áhugaverðum tillögum vinnuhóps um íbúalýðræði og gagnsæja stjórnsýslu sem kynnti sínar hugmyndir fyrir helgi. Upplýsingastefna hefur snertiflut við marga þætti starfsemi sveitarfélagsins
og þar með talið mikilvæg hlutverk Akureyrarstofu upplýsingagjöf. Fyrir utan grundvallarskyldur og frumkvæði stjórnsýslunnar er fjallað heimasíður og hlutverk þeirra, ábyrgð mismunandi aðila á upplýsingum sem þær birtast og viðhaldi þeirra, hvernig nýtingu samfélagsmiðla skuli háttað og hvaða markmiði hún skuli þjóna, einnig talsmannakerfi bæjarins, svo fátt eitt sé nefnt. Tímabært og mikilvægt verkefni á okkar mati. Akureyrarstofa stýrir einnig markaðsverkefninu Komdu Norður sem klasasamstarfs sem í sífelldri þróun. Stöðugt unnið endurnýjun og endurbótum á þeim upplýsingum sem ætlaðir eru gestum á visitakureyri.is. Það verkefni sem aldrei lýkur og hugmyndin að fara í grundvallar skoðun á þeim vef þegar lokið hefur verið við akureyri.is. Þá á sífelldri skoðunar hvaða bæklingar og rit geti hentað til að vekja athygli á kostum og eiginleikum Akureyrar sem áfangastaðar. Af þeim sem þegar hafa komið út undir stjórn Akureyrarstofu má nefna göngubæklingin frá torgi til fjöru sem leiðir fólk í sögugöngu Akureyri, Akureyri Art Trail útilistaverk á Akureyri og bæklingur Ráðstefnubæinn Akureyri. Þá hefur starfsfólk hönd í bagga með útgáfu fjölda bæklinga, þar með ítarlegum bæklingi Akureyri og tveimur öðrum minni Hrísey og einnig Grímsey. Ársskýrsla bæjarins, ritun hennar útgáfa, er einnig á könnu Akureyrarstofu og það er takt tíman að núna hefur verið ákveðið að framvegis verður hún einungis gefin út á rafrænu formi. Kynningamál á Akureyrarstofu snúa einnig að almannatengslum og því hvernig stýra má umræðu til betri vegar og koma í veg fyrir rangtúlkanir. Þannig er stjórn blaðamannafunda, ritun og útsendinga fréttatilkynninga og svo framvegis á verksviði verkefnastjóra kynningamála. Málaflokkar þeir sem heyra undir stjórn Akureyrarstofu eru ekki umfangsmiklir í samanburði við þá stærstu sem sveitarfélagið hefur með höndum. Þannig er áætlað að til menningarmála fari úr bæjarsjóði á yfirstandandi ári 750 milljónir króna, en þá er þess að geta að 420 milljónir af því fari innri húsalegu til fasteigna Akureyrarbæjar og 330 milljónir króna til annars rekstrar. Málaflokkurinn næstum tvöfaldaðist umfangi þegar hóf var tekið í notkun, en megin hluti þess umfangs er húsalega af því glæsilega mannvirki. Eiginlegur vöxtur í framlögum beint til menningarstarfsemi hefur lítill sem engin verið síðan hrun. Til atvinnumála eru ætlaðar 179 milljónir króna á yfirstandandi ári, en þeim málaflokki er innri leiga einungis 7,6 milljónir króna. Inni í þessari fjárhæð er allur rekstur Akureyrarstofu, stjórnar Akureyrarstofu og atvinnumálanefndar. Málaflokkar Akureyrarstofu njóta oft athygli langt umfram fjárhagslegt umfang, enda mikilvæga málaflokka að ræða sem hafa mikið lífsgæði í samfélaginu að segja. Það er afar ánægjulegt að loksins skuli hafa náðst árangur í að fá hækkun á framlagi ríkisins til menningarstarfsemi á Akureyri. Akureyrarbær hefur barist fyrir því mörg ár að fá leiðréttingu til samræmis við þær hækkanir sem menningarstofnanir sem ríkið styður við og rekur hafa fengið. Sú hækkun sem nú er í augsýn nemur 30 milljónum króna ári og kemur sér sannarlega vel. Samningurinn við ríkið er ekki frágenginn en er í vinnslu milli aðila. Í fyrstu drögum sem stjórn Akureyrarstofu fjallaði var ekki gert ráð fyrir neinni hækkun milli ára sem hún telur með öllu óásættanlegt og gerir að tillögu sinni að samningurinn hækki í fyrsta lagi sem nemur áætlaðri verðbólgu hvers árs og í öðru lagi verði grunnur samningsins lagfærður með hliðsjón af eðlilegum rekstrarkostnaði þeirra verkefna sem hann tekur til. Þess má geta að rekstur Hofs hefur nú sömu stöðu í samningnum og önnur verkefni og það gefur ríkisvaldinu enn frekar ástæðu til að gera betur. Ríkið hefur lagt til að gera verið 5 ára samningur í þetta skiptið. Hvort það getur orðað veruleika ræðst nær eingöngu af því hversu öruggt rekstrarumhverfi atvinnustarfsemi í listum og menningu verður. Verði fyrirheitum slíkt ekki sýnileg er einboðið að gera stuttan samning. Ég minntist á endurskoðun á fjárhag Akureyrarbæjar en í því sambandi langar með að nefna að í þeirri vinnu verði frekar horft til að breyta hlutum en að fara í almennan flatan niðurskurð. Á vegum Akureyrarstofu eru nokkuð mörg hús sem sum hver mætti nýta betur. Það þarf að skoða vel hvort þau getur nýst undir einhverja starfsemi sem nú er jafnvel í öðru húsnæði sem þá væri hægt að spara rekstrarkostnað á. Ég nefni Laxdalshús sem erfiðlega hefur gengið að finna varanleg not fyrir í gegnum árin. Mætti ef til vill skoða hvort AA-samtökin getur nýtt sér það í stað hússins í Strandgötu sem það hafa haft mörg undanfarin ár.
Það hús mætti þá selja til uppgerðar og þar með geti Akureyrarbær lagt örlítið að mörkum til að flýta fyrir uppbyggingu á eyrinni. Eins einboðið að selja þær eignir sem mögulegt og fýsilegt að selja. Auk Akureyrarstofu heldur bærinn úti atvinnumálanefnd og einnig stærsti aðilinn í rekstri markaðsskrifstofu ferðamála, Eyþings og Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar. Ég minnst á það á öðrum vettvangi að ég tel nauðsynlegt að fara í að skoða hvernig og að hvað miklu leyti starfsemi þessara stofnana skarast því að í einhverjum tilfellum er tvíverknað að ræða. Rekstur á þessum stofnunum kostar umtalsverða fjármuni og það starfar hæft og gott fólk sem er betra og markvissara skipulagi mætti nýta betur. Við stofnun Akureyrarstofu á sínu tíma var skyld starfsemi sameinuð á einum stað til að nýta krafta starfsfólks betur og búa til einingu sem hefur, með við það sem áður var, skilað afbragðsárangri í menningarstarfi, skipulagningu viðburða, aðkomu að þróun ferðaþjónustu í bænum og markaðsstarfi. Ég held að þessa góðu reynslu mætti nýta til að fara yfir rekstur AFE, Eyþings og markaðsskrifstofu Norðurlands. Menning og listir auðga ekki einungis og bæta tilveruna, heldur eru hluti af atvinnulífinu. Þeirri staðreynd til stuðnings nægir að vísa í rannsókninni Dr. Ágúst Einarssonar prófessors. Hann hefur sýnt fram á umtalsvert framlag menningar og lista til þjóðarframleiðslu. Þetta eru sem sé atvinnumál fyrst og fremst, þó að stundum sé ekki lítið svo á. Þegar lögð eru drög að rekstri sveitarfélags langt fram í tímann er nauðsynlegt að draga upp mynd af því samfélagi sem við sjáum fyrir okkur. Hvernig viljum við hafa myndina af Akureyri eftir 20 ár? Takk fyrir mig. Unnar Jónsson, formaður Akureyrarstofu, hefur lokið máli sínu. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi, beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vil byrja á því að þakka Unnari fyrir þessa góðu yfirferð og mér langar að fara inn á nokkra hluti sem komum fram í framsögu hans. Sameining milli Leikfélags Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og Menningarfélag Akureyrar var skref í rétta átt, þar sem eitt styður við annað í menningarmálum og hagkvæmni í nýtingi starfsemi og húsa. Ég velti því hins vegar fyrir mér núna allavega hvort að jafnvel hefði átt að setja listasafnið með líka. Það er að minnsta kosti verðugt að velta fyrir sér kostum og göllum þess og einnig finnst mér mjög gaman að heyra önnur sveitarfélög horfa til okkar og þessa samspils sem MAK er hjá sér. Nú er að koma nýr framkvæmdastjóri í félagi sem örugglega eftir að blómstra og verður spennandi að fylgjast með áfram undir nýjum leiðtoga. Það gladdi mig mjög að heyra samkomulag hafa náðst á milli LMA, Leikfélags Menntaskólans og MAK og mér þótti það miður að upplifa að þeir væru ekki velkomnir í menningarhús bæjarins. Ég tel ekki síður mikilvægt að nýta mannvirkin fyrir framhalds- og grunnskóla. Einnig nauðsynlegt að unga fólki þekki þessi hús og alist upp með þeim. Slæm kynning húsanna getur haft þær afleiðingar að ekki sé vilja heimsækja húsin í framtíðinni. Mér langar hins vegar að vita varðandi VFMA hvort ekki náðist samkomulagið þar. Mér finnst frábært að heyra að það sé að fara í gang endurskoðun á heimasíðu bæjarins enda löngu barnsins tíma. Get ekki sagt ég að vera aðdáandi og skil eiginlega ekki hvernig við gátum fengið verðlaun fyrir hann á sínum tíma. Ég hef alltaf verið talsmaður þess að nauðsynlegt sé fyrir okkur að markaðssetja bæinn okkar betur. Fyrir ári síðan, eða þegar stefnuræða Akureyrarstofu var síðast umræðu hér, þá talaði ég betri skilgreiningu á Akureyri öll lífsins gæði. Mér finnst við geta gert betur þar og nauðsynlegt að skilgreina það betur til að markaðssetja okkur enn betur. Ég er og var mjög spennt fyrir nýja stöðugildunni sem fyrirhugað var hjá Akureyrarstofu sem átti að sjá viðburðar og markaðsmál en ákveðið var að frysta þá ráðningu bili en ég bindi ennþá vonir að þrátt fyrir töf þá náum við því inn á enda tel ég að vera nauðsynleg viðbót. Það er mjög nauðsynlegt að við virkjum bæjarfélag okkar betur á samskiptasíðum eins og Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter svo eitthvað sé nefnt og jafnvel hafa það bæði á ensku og íslensku fyrir bæjarbúa sem og ferðamenn. Það var líka meðal annars niðurstöðu á vinnuhópi vegna íbúalýðræðis að við mættum standa okkur betur þar. Framtíðin er þar ef svo má orða. Varðandi hús í eigu Akureyrarbæjar þá tel ég mikilvægt að skoða það vel og alvarlega hvað við gætum selt og hvað við getum nýtt betur. Það er óþarf að hafa það þannig þannig að það er bara fínt að
það sé í endurskoðun og mun vera það. Og ég fagnaði sjálfsög hækkun á samningi við ríkið menningamál og að það sé loksins gengi í gegn, eða næstuði gengi í gegn, enda komið tími til, en mun samt anda léttar þegar hann endanlega komin í gegn. Að lokum langar mig að minna aftur á menningu sem atvinnusköpun. Mér finnst nauðsynlegt í allri umræðu að halda því á lofti eins og Unnar kom meðal annars inn á. Einnig nefna virði menningar innan bæjarfélaga. Það erfitt að ímynda sér Akureyrarbær án til dæmis Hofs eða Leikfélags Akureyrar, Listasafnsins og allra þessa litlu sem og stóru hátíðar sem gerir okkur svo rík. Takk fyrir. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu fyrir sína framsögu og langar að viðra bara hérna einhverja spurningar, einhverja vangaveltur, einhverja hugmyndir og örugglega eitthvað nöldur líka. Formaðurinn nefnir að 3 þeirra atriða sem að nefndir í meirihlutasamningnum snúist að efla menningarstarf meðal ungs fólks og nefnir þar samkomulag milli Leikfélags MA og Menningarfélags Akureyrar sem að nú í höfn greinilega eftir blaðaskrif og vandræði. Hann nefnir líka Ungskáld sem frábært verkefni sem að fór á stað árið 2013 og nefnir líka stuttmyndakeppnina Stulla sem að líka bara frábært verkefni sem hefur verið í gangi frá árinu 2007. Og mér langar bara að biðja formanninn að fara aðeins betur ofan í það hvernig þessi meirihluti að efla menningarstarf meðal ungs fólks. Mér fannst áhugavert að heyra áætlanir að niðurgreiða leigu til ungs fólks og mér langar að spyrja hversu há fjárhæð, hversu mikill hluti af þessu 30 milljóna króna viðbótarframlagi ríkisins fer í þetta, hvort þetta sé þá eyrnamerkt einhverju ákveðnu húsi eða einhverjum húsum og hvort og þá hvernig sé hugsunin að hægt verði að sækja þennan styrk. Þetta er bara svona stutt atriðum sko. Ég er glöð að heyra að samstarf Leikfélagsins og Sinfóníunnar og Menningarhússins gengur vel og ég tek undir að þetta er mjög mikilvæg tilraun og bara ítreka að það er mjög mikilvægt að fylgjast með bara hvernig þetta gengur, hvernig þetta að þróast og svo að lokum hvernig þetta að heppnast. Þannig að við séum bara rosa opin fyrir því að þetta sé ekki allt fullkomið og opin fyrir því að bæta og hafa svona áhrif á þróunina. Af því ég held að ég bara tek undir hvað þetta er mikilvægt og einmitt ekki endilega bara fyrir okkur Akureyringa. Svo langaði mig að spyrja varðandi listasafnið og safnastefnu, þá þætti mér bara gott að heyra hugmyndir hvernig best væri að fjármagna listaverkakaupin. Og varðandi listasumar og Akureyrarvöku og stýringu þeirra viðburða, þá þetta bara mjög gott mál einmitt að pröfa sig áfram með hvað virkar best og mikilvægast öllu náttúrulega að reyna að greina hvernig listafólki sjálft og þau sem að njóta listar og menningar telja best að hafa hlutina. Og ég hefði til dæmis sjálf haldið að vera gæfulegt að hafa einhvern eða einhverja fulltrúa grasrótarinnar inn í stýrihópnum. Þannig ég bara kem því á framfæri sem ábendingu. Ég tek undir svo langaði mig að spyrja varðandi kynningamál og almannatengsl, langaði mig að spyrja að því mér bara almannatengsl finnst mér einmitt eitthvað svona atriði sem að við þurfum að huga mjög vel að og tengist einmitt umræðinni kannski sem að fór fram áðan og fyrst ég kom nú ekki upp í þeirra umræðu best ég skjóti því að ég bara sammála næstu öllu sem var sagt og þó þessi misjafnt hversu hvasst eða fólk vill vera. En það líka einmitt, þetta spurning almannatengsl. Og mér langar bara að spyrja hvort að starfsfólk Akureyrarstofu hafi það verkefni á höndum að skrifa eða lesa yfir ræður fyrir bæjarstjóra, bæjarfulltrúa eða annað starfsfólk bæjarins og ef svo þá hversu stór hluti það sé á starfseminni.
og einmitt og bara þetta með að vera sýnileg og gæta hagsmuna bæjarins eða svæðisins eða landsbyggðanna hefur almannatengsla. Ég reikna með að við sem almannatengsla fulltrúa eða einhvern sem hefur þá stöðu og þá fór ég að velta fyrir mig hvort að viðkomandi gæti ekki gefið pólitísku fulltrúa meirihlutans einhver góð ráð hvernig þá hægt að gera sig gildandi í umræðuna, því það eitt sem fylgir því að vera með bæjarstjóra sem ekki pólitíkus, sem ráðinn sem framkvæmdastjóri bæjarfélagsins, að þá finnst mér bara að pólitísku fulltrúarnir þurfi að vera bara aðeins meira áberandi í umræðunni líka, og það styrkir bara okkar málstað og gerir okkur meira áberandi og gildandi í umræðinu og sérstaklega fyrir hönd landsbyggðanna. Svo langar mig að tala að varðandi bara fjármál málaflokksins í heild og framlag bæjarins og Akureyrarbæjar til menningarmála, að þá náttúrulega eins og kemur fram, þá náttúrulega rekstur menningarhússins Hofs, hann mjög dýr og það bara eitthvað sem við verðum að vinna með, en mér finnst bara rosalega mikilvægt að við áttum okkur á því að stuðningur við listsköpun gríðarlega mikilvægur. Og ég ætla bara að segja það, og ég held ég að sagt það áður og á örugglega eftir að segja það aftur, að ég hefði sjálf valið að setja pening í sköpun frekar heldur en svona flotta byggingu, en ég meina það svo sem ekki hægt að ræða það eftir á og alveg tilgangslaust, en ég örugglega ekki fyrsta mannskjan til að segja eitthvað tilgangslaust uppi, þannig að ég heldur bara að segja þetta. Og mér finnst svo mikilvægt að draga fram hvernig fjármagninu skipt á milli innri leigu og reksturstofnana og svo beina stuðning við sköpun og grasrótarstarf. Og það finnst mér bara skipta gríðarlegu máli sérstaklega í þessum málaflokki. Og mér langar bara að segja ykkur í hádeginu í dag, hitti ég til dæmis þýska listakonu sem búin að vera í vinnustofunni í Gilinu í janúar, og hún bara átti ekki orð yfir þessari grósku í þessum menningarlífi í þessum litla bæ. Og hún sagði bara, þetta bara, og við bara höfum margheyrt þetta, og það kemur varla sá útlendingur hingað sem dvelur í lengri tíma og hefur áhuga menningu sem ekki bara gapandi yfir þessu. Og þá vil ég bara beina athyglinni að því fólki sem býr til listina. Og það af því að það svo mikið af listafólki hérna. Það ekki af því að það svo mikið af lista- eða menningarstofnunum. Og það fólki sem býr til listina og menninguna sem við auðvitað sýnum í síðan þessum húsum og stofnunum. Ég vil ekki endilega tala niður mikilvægi þess að hafa þak yfir höfuðið, en ég vil bara að við séum mjög meðvituð mikilvægi þess fólk sem býr til listina sem við njótum. Og í framhaldi af því, þá ég mjög jákvæð fyrir því að skoða sölu á eignum og eða breytta notkun og bara endilega að koma sem mestu í sem besta notkun. En ég vil samt segja að ég vil geld varhuga við því að selja eignir úr listagilinu. Og það bara af því að ég tel að svo starfsemi sem þar fer fram byggja á einhverju heildarhugmynd sem bara mikilvægt að kvarnist ekki úr. Þannig ég bara, en að skoða sölu á öðrum eignum og húsum, það bara, finnst mér bara í mjög góðu lagi. Og einnig langar mér að taka undir hugmyndir endurskoðun á skipulagi þessara stofnana sem að tengjast atvinnuferða og menningarmálum sem við erum að vinna yfir svæðið, og það náttúrulega bara aldrei neitt nema gott að endurskoða reglulega og fara yfir það hvernig má gera betur. Og það ekkert endilega einhver ádeila á starfsemina og því þá séu starfsfólkið. En þó maður fari í einhver endurskoðun og reyna að gera, eða velta upp einhverjum hugmyndum hvernig hægt að gera betur. Og ég síðan, einmitt sammála því að menning og listir hluti af atvinnulífinu, en samt hef ég líka fyrirvara á því að menning og listir, hafi þann tilgang einhvern veginn að standa undir sig fjárhagslega. Af því að það stefna sem að gera okkur bara fátækari. Og síðan bara af því að þetta pínu eins og dulmál, en ef maður les fjárhagsáætlun bæjarins, þá sér maður forgangsröðunina og ef við förum yfir kannski
í einhverju þröngri skilgreiningu málaflokk menningar, þá getum við lesið Menningarhúsið Hof 284 milljónir, þetta er fyrir árið 2016, félagsheimili í Grímsey 2 milljónir, menningarstofnanir ýmsar 241 milljón, ýmsir styrkir og framlög 6,7 milljónir, menningarsjóður 11 milljónir. Mér finnst þetta, en ég bara eins og ég segi, ég veit alveg það er búið að byggja þessi hús og ég ger mig líka fulla grein fyrir nauðsyn þess að gera við listasafnið og að gera endurbætur á því í leiðinni. Þannig ég er ekki endilega, sko, ég bara segja, ég held að þetta sé mikilvægt að við horfum aðeins annað núna heldur en hefur verið gert. Og sem sagt, og bara eins og ég kom kannski inn á í upphafi að markmið meirihluta samkomulagsins eru frábær og ég hef margoft lýst yfir aðdáun og ást minni á þessum meirihluta og mér langar bara að heyra hvað leiðir stjórn Akureyrarstofu og meirihlutinn sér fyrir sér að fara til þess að uppfylla markmiðin. Það er það sem ég er rosalega spennt fyrir núna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Unnari, formanni Akureyrarstofu, fyrir greinagóða yfirferð. Ég veit ekki eiginlega hvar ég á að byrja, þetta er svo skemmtilegu málaflokkur og margt hægt að tala en mér langar kannski bara að byrja á því að þakka góða samvinnu innan nefndarinnar og það er gott samtal og allir fá að njóta sín og það var bæði með fyrrverandi formanni Loga Einarssyni og eins með Unnari, þannig að mér finnst bara vert að það komi fram. Eins og kom hér fram í tali formanns, þá er verið að leggja lokahönd á ferðamálastefnu fyrir bæinn og ég hef fengið að sitja í þeim hópi. Það tekið lengri tíma en maður gert ráð fyrir, en nú sést í land. Í þeirri vinnu voru haldnir 2 stóri vinnufundir þar sem boðaðir voru aðilar sem tengjast geiranum og út frá því hefur verið unnin SWOT-greining ásamt því að nú er verið að vinna markmið og tillögur að verkefnum sem þarf að ráðast í. En án þess kannski að fara að rekja upp stefnuna og eitthvað svoleiðis því að hún hefur ekki verið samþykkt en þá held ég að öllum sé ljóst að stóra verkefnið er að fjölga heimsóknum ferðamanna á láganatíma. Og því verður lögð sérstök áhersla á þann þátt, eins er náttúrulega komið inn á millilandaflugið, innviðina, Hlíðarfjall, merkingar, ferðaþjónustu tengda útivist og vellíðan, menningu, sjálfbærni og umhverfismál. En svo má ekki gleyma hjartan okkar, sem hefur ekki lýst í dágóðan tíma, en hópurinn leggur áherslu að það verði aftur pumpað á stað, svo við bæjarbúar og ferðamenn fáum að njóta. Við sjálfstæðismenn vorum við í okkar stefnuskrá að skoða hugað opnunartíma sundlaugar Hlíðarfjalls með bætta þjónustu að leiðarljósi eins safnana og ég tel mikilvægt að við skoðum þennan þátt með tillit til ferðalanga. Þannig að það þarf að greina bara hvort að sé fyrsta lagi þörf á að breyta þessu eða er þetta allt í lagi eins og það er. En ég er sannfærð að þetta rati inn í þessa stefnu. Við ræddum aðeins innan hópsins, þannig eitt atriði sem ég langaði aðeins að spyrja meirihlutann að því í samstarfssamningnum þeirra kemur fram að efla markaðsrannsóknir og markaðssókna í ferðaþjónustu allt árið. Ég er ekki að gagnrýna markmiðið sem sé, mér langaði bara aðeins að fá þeirra sýn á hvort að bærinn eigi að fara að fjármagna markaðsrannsóknirnar eða hvort við ætlum að nýta okkur til meira mæli utanfrá. Þannig þetta er ekki gagnrýni, ég er bara við ræddum þetta innan hópsins og vorum með skipta skoðunar á því hvernig þess ætti að vera háttað. Mér langar að varpa fram spurningu varðandi upplýsingamiðstöð ferðamanna hér á Akureyri. Hvort við ættum að skoða hvort að þeirri þjónustu væri betur komið fyrir utan bæjarkerfisins. Við höfum aðeins innbrað þessu innan stjórnarinnar en mér langar bara að fá að heyra hvaða skoðun aðrir bæjarfulltrúar hafa á því.
Svo ég hoppu úr einu yfir í annað, þá kom Unnar formaður aðeins inn á ráðningu sem var áætluð inn á Akureyrarstofu. Ráðningi reynda bar brátt að eftir að hafa legið í dvala í rúmlega ár innan fjárhagsáætlunar, en þegar við tókum umræðinu að fresta ráðningunni, sem ég reyndar alveg sammála að við áttum að gera, þá var aðeins farið við starfslýsingar starfsmanna innan Akureyrarstofu. Og það var eitt sem kom mér á óvart þar, hversu stór hluti af starfi kynningafulltrúa fyrir ræðusmíðar og þá meðal annars fyrir bæjarstjóra, þar sem ég hélt að eftir ráðningu aðstoðarmanni að það hefði færst þar yfir. Þannig að en þetta er bara svona hugavelta hjá mér. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að hlutirnir hafa farið afar vel af stað hjá Menningarfélagi Akureyrar, MAG, og þá sérstaklega tónlistarsviðinu. Ég hef verið þess heiðurs aðnjótandi að sitja í stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar og það er einstaklega skemmtilegt þessa dagana, verð ég að segja, þar sem að hlutirnir hafa gengið vonum framar. Við fengum algjöran orkuboltan þar í brúna, hann Þorvald Bjarna, og ég bara varla kynnst þvílíkri drift. Hann er svo sannarlega aðili sem lætur verkin tala og það er svo magnað að sjá uppselt á hverja tónleika á fætur öðrum. Við eigum svo ótrúlega marga flotta tónlistamenn sem hafa núna næg verkefni því hljómsveitin hefur ekki aðeins auki viðburða sína yfir 100%, heldur eru komin inn ný verkefni á borð hljómsveitinnar, en það er að taka upptöku fyrir kvikmyndir sem skila okkur tekjum beint til viðburðasviðs MAG, til tónlistaskólans, til kammerskórsins og stúlknakórs Akureyrarkirkju. Og ég er alveg viss að þetta góða gengi eigi eftir að laða til okkar til búsetu fleira gott tónlistafólk. Því að ég held að við sem bráðum að standa fyrir því lúxusvandamáli að það sé bara verða of mikið að gera fyrir okkar tónlistafólk, þannig að við þurfum bara að laða okkur fleiri hérna. Nú hefur komist á menningarbrú milli Hofs og Hörpunnar og það gefur Sinfóníunni tækifæri að láta ljósið skína í höfuðborginni. En mér langar að nefna gott dæmi þetta samstarfsverkefni þegar hljómsveitin Dimma og Sinfónían tóku sér saman og héldu tónleika, en uppselt var á 3 tónleika, 2 í Hofi og 1 í Hörpu. Ég er rosalega ánægð með að það náðist samkomulag á milli MAG og leikfélags Emma varðandi húsnæðismál. Og ég veit að Akureyrarstofa kom þar inn í. Því ég tel bara afar mikilvægt að hvetja og byggja upp umhverfi sem er hvetjandi fyrir ungt listafólk. Eins og formaður kom inn á, þá eru 3 stefnur sem eru í bígerð. Ég er á því við þurfum aðeins að forgangsraða þar, kannski ekki vera með allar gangi í einu, en nú er reyndar vonandi að sjást í land með eina þeirra. En fyrir ári síðan var skipuð nefnd fyrir safnastefnu, en sú vinna er ekki farin á stað, en nú er líka komin umræða varðandi upplýsingastefnu, sem að ég er reyndar á við ættum að setja í forgang. Ég held að það er mitt mat, þó ég telli safnastefnu gríðarlega mikilvæg. En að því ég held að með upplýsingastefnunni, því þar eru líka að koma inn á rafræna stjórnsýslu, sem ég tel reyndar líka ætti að vera ofarlega í forgangu hjá okkur, því ég er á því að við séum að tapa peningum og meðan við erum ekki að nýta tæknina betur, heldur við erum að gera í dag. Menningarsamning þurfa að halda áfram að klára og því við þurfum að leggja áherslu á við sem ekki alltaf að fá minna og minni hluta kökunni og við þurfum að vinna þennan samning afskaplega vel og svo held ég í framhaldinu að það sé rosalega mikilvægt að við fylgjum samningnum eftir árlega. Það var í fyrri samningi, en ég fekk þar upplýsingar á framkvæmdastjóra Akureyrarstofu að það hefði ekki verið gert markvisst með síðasta samning, þannig að nú þurfum við að setja það á oddinn. Listasafnið á Akureyri og fyrir áætlaðar stækkanir á því. Mér finnst uppbyggingin metnaðarfull og spennandi, en eins og ég hef áður sagt hér, þá er ég ekki viss að við séum í þannig fjárhagslegu stöðu að við ættum að fara í svona viðamikla framkvæmd eins hratt og meirihluti leggur til. En ég er algjörlega á því að við þurfum að fara í þessar nauðsynlegu endurbætur sem eru fyrirhugaðar og þarf að fara í. En ef við ætlum að fara í stækkun og
í svona metnaðarfull verkefni, þá leggjum brýna áherslu á það að við gerum vel ígrundaða rekstrar áætlun fyrir starfsemina áður en við höldum lengra. Bæjarfulltrúi Sóley, held ég, Björk, talaði peningi listsköpun, en mér langar hérna að benda á að það einmitt ástæðan fyrir því að ákveðið var að það yrði einungis einn verkefnastjóri ráðinn yfir Akureyrarveiku og Listasöfri í stað 2 eins og áður hefur verið, að því að stjórnin var sammála það að með því gætum við lagt meiri pening í listsköpunina sjálfa. Formaður kom inn á samvinnu markaðsstofu, ferðamála, Eyþings og AFE. Ég algjörlega sammála. Ég held að það er til mikils ef að möguleiki væri á því að koma þessari starfsemi allir undir sama þak. Ég tek undir að þarna starfar afar hæfileikaríkt fólk sem vinnur gott starf, en mikilvægt að við séum ekki, að það sé ekki tvíverknaður í gangi og allir sé að ganga í takt. Ég talaði fyrir þessu innan stjórnar Eyþings þar sem ég sitt sem og formaður Logi Einarsson. Eitt sem við ekki rætt, það er markaðssetning á bænum til búsetu, að laða að okkur fólk til að setjast hér að. Við höfum rætt markaðssetningu fyrir ferðamenn og núverandi íbúa, en þegar meðalaldur bæjarbúa fer ört hækkandi, þá verðum við að bregðast við með sókn. Fyrir allir okkur var farið í herferðina öll lífsins gæði, og ég hef áhuga fara í vinna og greina sölulega þætti til búsetu og huga markaðssetningu á þessu sviði. Ég vil enn og aftur ítreka það að ég tel að atvinnumálafulltrúin eiga heiminn á Akureyrarstofu og helst hefði ég vilja hafa Akureyrarstofu, atvinnufulltrúan, AFE og markaðsstofun og Eyþingi alla á sama stað. En ég hef svo sem nefnt þetta hér nokkur sinnum áður. Bæjarfulltrúarnir Silja Dögg og Sóley Björk komu inn á þau húsnæði sem í eigu Akureyrarbæjar og undir Akureyrarstofu, sum þeirra ekki í nýtingu, og voru að tala að við ættum að losa jafnvel fé þar og selja. Ég er alveg hjartanlega sammála þeim að við ættum að reyna að losa í þeim efnum, en mér langar að spyrja þær sem á aðra bæjarfulltrúa hvaða húsnæði þeir sjáu fyrir sér að vert sé að selja. Mér langar aftur líka að innbrá því við ættum að reyna að keyra það að fá hús þjóðskáldanna Davíðs og Nonna viðurkennd sem þjóðargersemar. Það ætti að vera eitt af markmiðum Akureyrarstofu. Ég held ég sé svona komin með flest allt sem ég ætlaði að tala Þannig að ég er sem að láta bara dauga, en að lokum vil ég bara aftur þakka formanni og öðrum nefndarmönnum gott samstarf og vona að það haldist eins áfram. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Til að byrja á að þakka Unnari Jónssoni, formanni Akureyrarstofu, kærlega fyrir ágætt erindi og yfirferð. Jafnframt vil ég þakka nefndarmönnum sem ég satt lungað á árinu með í Akureyrarstofu, kærlega fyrir samstarfið. Það var afskaplega ánægjulegt, ekki síst með Evu, og oftar en ekki held ég að við höfum verið sammála. Einnig þakka ég náttúrulega framkvæmdastjórum, bæði Skúla Gautasyni sem ég var náttúrulega lengst með og svo Þórni Dýrfjörð sem náttúrulega er reynslubolti í þessu öllu saman. Mitt samstarfi starfsfólk fólst nú samt aðalega í því að eiga við samræður og viðræður málefni bæjarins, og ég hef aldrei fengið neinn starfsmann þar eða annar staðar hjá bænum til að skrifa neina ræður fyrir mig. Getur vel verið einhverjum finnist að ég hefði átt að gera það, en það hef ég semst ekki gert. Mér fannst þetta áhugaverð ræða hjá bæjarfulltrúa Sóleyju og ég held að við séum nú nokkuð sammála mjög margt, bæði í þessum efnum og öðrum. Og það er í rauninni, finnst mér stundum svona tvö sjónarmið uppi á teningnum þegar að kemur að peningum sem að sett er í listir.
Stjórnmálamenn tala stundum að þegar það er afgangur og vel ári þá sé að gera að setja peninga í hluti eins og list og menningu. En svo eru líka aðrir sem að segja að peningar sem fara í menning og listir séu undirstaða þess að mannlíf sé gott. Og við erum nú svo heppin hér á Akureyri að nánast undantekningarlaust held ég, eða undantekningarlítið, hefur valist svoleiðis fólk til starfa fyrir bæjarfélagið. Og þrátt fyrir að menn geti tekist á forgangsröðun í uppbyggingu og byggingu húsnæðis, að þá held ég að við séum nú svo sem öll sammála hvert við viljum stefna í þessum efnum. Og það er auðvitað alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi og Unnar Jónsson kom inn á að steinsteypa og byggingar eru auðvitað allt og fyrirferðarmikill hluti í þessum málaflokki eins og öðrum. Og í því ljósi má svo sem alveg skilja og virða áhyggjur þeirra fulltrúa minnihlutans sem að hafa bent á uppbygginguna í listasafninu og spurt er hún tímabær. Og það verðum við kannski seint sammála, en mín skoðun er svo að það sé algjörlega tímabært og við verðum í rauninni að gera það, við verðum að harka á okkur og koma þessu húsnæði í sómasamlegt horf. Og það er líka þannig að þó svo, eins og bæjarfulltrúi Sóley talar að það skiptir kannski mestu máli fólkið sem að stundar listsköpunina, þá hefur umgjörðin talsvert að segja. Og atvinnumennska í listum sem er einkennandi fyrir Akureyri og er í einsdæmi fyrir utan Reykjavík sem svona breiður vettvangur, er gríðarlega mikilvægt líka fyrir áhugamennina. Ekki bara í bænum hérna heldur líka í nágranna byggðunum og þeir segja mér það, sveitarstjórnarmenn á norðaustasta hlutanum og norður með og söður með og vestur með að tilvera þessara stofnana okkar og þeir möguleikar sem að þær hafa geta skapa listamönnunum hafa verið alveg sem sagt óþrjótandi svona uppspretta áhugamannana og gefið þeim kraft, og það er oftar en ekki að menn storma hingað inn eftir eða út eftir og hlusta á symfóníutónleika eða fara á myndlistasýningu og keyra enn hraðar heim til sín til þess að nýta kannski þann sköpunarkraft sem að vex, og við vitum öll, við þekkjum þetta öll þegar við förum á fyrirlestur eða bíómynd eða eitthvað sem að vekur áhuga okkar, þá leysist úr læðingi ótrúlegu kraftur í smá tíma eftir sem við nýtum svo til sköpunar eða einhvers annars. Ég fagna líka þessari lýsingu bæjarfulltrúa Evu á kraftmiklu starfi menningafélagsins og ekki síst symfóníu hljómsveitarinnar, og hún er svo sannarlega að gjörbreyta umhverfinu. Allt í einu geta fiðluleikarar halla sér aftur í sætinu og hafna störfum sem að kannski var óhugsandi áður, og tónlistarmenn klassískir ungir sem ekki hefðu getað hugsað sér að flytja til Akureyrar bara til að vera kennarar í tónlistarskóla þó að það sé göfugt. Þeir geta hugsað sér það núna vegna þess að þeir hafa eitthvað að gera. En við megum heldur ekki gleyma því að þannig er þetta í myndlistinni líka. Ég hef oft nefnt það áður að myndlistarmenn eru gjarnan eins og rannsóknarprófessorar í háskólum, að þeir vinna svona akademískt starf sem að aðrir njóta, gjarnan þeir sem eru að vera í atvinnulífinu. Og á sama hátt og það eru núna spilarar symfónískra tónlista sem að hafa vinnu og brauðfæði sig jafnvel á því að spila inn á bíómyndir, þá eru við hérna með fatahönnuði, grafíska hönnuði, arkitekta, ljósmyndara og svona ekki til lengi talið sem að hlaupa á hundruðum. Allar þessar stéttir byggja á grunni myndlistar. Allar þessar stéttir sækja í rauninni sinn kraft á listsýningar. Þannig að þetta er auðvitað alltaf órjúfanlegur hlutur af atvinnusköpuninni. Ég er sammála líka bæjarfulltrúa Sóleyju með það að
Það er ekki endilega alltaf tilgangur allrar menningar og listar að standa undir sér. Einmitt út af því sem ég sagði, sum list þarf að vera tilraunakend vegna þess að hún gefur öðrum kraft svo, eins og ég nefndi áðan. Og mér finnst þess vegna sameining þessara 3 menningarstofnana í MAK svo brilljant. Að hvað er eiginlega göfugra heldur en að láta Helga Björnsson bera uppi symfóníska sýningu sem að ekki getur staðið undir sér. Báðir aðilarnir stækka bara í öllum skilningi þess orðs. Og þetta segi ég alls ekki til að gera lítið úr poppurum eins og honum. Hann er frábær, ég hlusta gjarnan á hann. En það er enn skemmtilegra að hann skuli geta kannski fyllt tónlistarhús og það skuli vera afgangur til þess að leyfa svo fólki sem að getur eðli hlutarins ekki haldi tónleika sem standa undir sér. Og það merkilega er að þegar maður talar svo við þessa poppara sem eru svona kommersial og geta sem sagt hagnast á sinni list og á hvað hlustið þið nú þegar komið heim, já þá hlusta þeir gjarnan á þessa tónlist sem er tilraunakend og ber sig ekki. Þannig að þetta er bara svona, hvað er maður að segja, ping-pong. Báðir hagnast, allir hagnast. Mér langar aðeins að koma inn á þessa leikfélagsumræðu, LMA. Sjálfur var ég nú í LMA í 2 vetur og Andri Sigurðsson leikstjóri sagði mér að ég ofléki og gæti aldrei orðið leikari, en ég hafði óskaplega gaman af þessu og ég þekki tilfinninguna sem að fylgir því að fá að koma inn í samkomuhús og vera þar. Það skipti máli. Og mér finnst gott að heyra hjá Unnari að það sé búið að leysa þessi mál og menn ætla að leysa þau varanlega með því að stofna einhvers konar menningarsjóð fyrir ungt fólk. Af því að við megum ekkert gleyma því að við settum í rauninni MAK í þá stöðu að félagið gat kannski ekki bara tekið þessu eins og sjálfsagðan hlut og hleypt þessu fólki inn. Við gerum þeim að reka félagið þannig að þau standi undir sér. Og við mögum ekki gleyma því að þessi leikfélög, VFMA og LMA, þetta eru leikfélög tengd ríkisstofnunum. Báðar þessar stofnanir hafa meira sér fyrir kannski 10-15 árum síðan byggt hús þar sem að reynt var að búa til einhvers konar tilraunakendar gryfjur sem áttu að nýtast til leikstarfsemi. Ég kaupi hins vegar að það hafi ekki gengið upp og ég er ánægður að sjá leikfélagið mitt gamla inn í samkomuhúsi og fagna því. En það má kannski spurja sig, væri það ómaksins verk að ríkisvaldið styddi þá bara aðeins betur við leikfélögin sín og gerði þeim kleift að sýna á það að falla sjálfkrafa á bæinn. Vegna þess að það er ekki þannig að ungur píanóleikari eða sellóleikari geti komið hingað til Akureyrar og ætlast til þess að fá að spila í Hömrum fyrir ekki neitt. Þessi salir eru dýrmætir og þeir eru verðmætir og þeir kosta. Og það er gott á okkur tekst að teygja okkur og ná samkomulagi, en það sem ég bara benda á að þetta er ekki sjálfsagður hlutur og þetta er ekki af illsku sem að menningafélagi taldi sig ekki geta orðið við þessu svona 1, 2 og 3. En lausnin er auðvitað snjöll að búa til svona menningarsjóð sem að getur þá borið uppi og styrkt efnaminni tónlistamenn eða listamenn sem að eru að búa til list sem að getur ekki borið sig og á ekkert endilega að bera sig. Mér fannst Unnar koma líka inn á býsna athyglisverðan hlut þegar hann fór yfir sölu og eignum og ég held að það væri auðvitað alveg skoðunarvert að sjá hvort að einhver aðili vill gera fallega upp húsið við Strandgötu sem SÁA notar núna og leggja þannig að mörkum til uppbyggingar eirarinnar. Það er nú annað hús þarna rétt fyrir neðan með gulum gafli sem á nú eftir að breytast í Svan bara og Perlu á næstu árum. Hús sem að maður einhvern veginn hugsaði að gæti aldrei orðið neitt.
en það sem sagt að verða mjög fallegt og þetta hús getur örugglega sómt sig vel við þessa götu sem kannski svo fallegasta og dýrmætasta götumynd í öllum bænum ásamt Brekkugötunni og Eyrarlandsveginum og Aðalstrætinu. En það önnur saga. Nú það var aðeins spurt hérna, ég held að það hafi verið bæjarfulltrúi Eva sem spurði hvaða eignir getum við hugsað okkur. Ég sammála bæjarfulltrúa Sóleyju það að víglínuna eigum að draga við Listagilið vegna þess að það ekki síður mikilvægt þessi heild, þessi samfella liststarfsemi frá myndlistaskólanum og niður úr. Ég held að þetta væri hvorki fugl né fiskur ef þetta væri ein stök bygging með listasafni og síðan væri hitt meira og minna eitthvað allt annað. Þannig að ég er sammála því, en að öðru leyti ég býsna opinn fyrir ýmsum hugmyndum og get hugsað mér að selja bara töluvert mikið á eignum á meðan þeir ekki til notkunar, til skynsamlegra hluta. Sumar eru auðvitað þannig hins vegar að þær hafa kvaðir og við megum ekki selja þær. Og aðrar eru þannig að jafnvel lágvaxnir menn eins og ég eiga erfiðleikum með að ferðast húsin eins og Friðbjarnarhús. Þannig að það svona til takmarka hvað hægt að nota það í, sko. En mér sjálfsagt að skoða allt. Nú þá kom ég inn á kynningar og markaðsmál og Unnar nefndi samlegð sem gæti verið milli stofnana. Bæjarfulltrúi Eva, hún réttilega bent á, hún hefur nefnt þetta og talað þetta í stjórn Eyþings eins og okkur fleirum. Mér minnir að bæjarfulltrúi Gunnar hafi líka verið áfram þetta þar inni og mér minnir að fyrir jól hafi stjórn Eyþings ákveðið að boða til samráðsfundar með þessum stoðstofnunum og með bænum það að menn skoði með hvaða hætti hægt sé að vinna saman og þá kemur nú kannski að annarri spurningu bæjarfulltrúa Evu og hún spyr hverjir eigi í rauninni að sinna þessum markaðsrannsóknum, hvort við eigum kaupa þær utanfrá eða hvort við eigum að vinna þetta sem sagt innandyra. Ég er svona hóflegur talsmaður einkaframtaksins og vill gjarnan nýta mér aðila sem eru sérfræðingar í að greina hluti og vinna svona hluti. Ég held hins vegar að með því að steypa einhverjum af þessum stofnunum saman og draga inn á sama gólf allt þetta hæfileika fólk sem við erum með á ólíkum stöðum, að þá kannski getum við unnið eitthvað af þessu sjálf. Þannig að ég tel allt opið í því. Mér finnst yndislegt að heyra að hjarta í heiðinni muni slá fljótlega og það er alveg merkilegt að svona pingulítið verkefni eins og hjörtun á götuvitunum, sem ég hef ekki hugmyndu hver á hugmyndina, að þetta er nú kannski að verða svona eitthvað stærsta kennimerki fyrir Akureyrarbæ. Þannig að það er auðvitað alveg rétt, við þurfum ekki alltaf að byggja tónlistarhús og listasöfn og kirkjur, stundum við nóg að framleiða nokkra límiða. Og ef maður fer inn á Pinterest og slær inn á Akureyri og hjarta, þá fær maður ótal síður upp þar sem fólk hefur gripið þessa hugmynd og birtir hana þar og mér sýnist meiri sé að einhverjir bæir fleiri hafi notað sér þessa hugmynd. Mér fannst nú líka dálítið skemmtilegt þegar ég keyrði einu sinni yfir ein ljós og sagði að einhverjir ungir gárungar höfðu greinilega klift út marjónaplöntun og sett á græna, en það var nú líka gott að það var fjarlægt, þannig að það er nú svona, þetta kveikti líka aðrar hugmyndir. Með markaðsstarf bæjarins, ég man ekki nákvæmlega hvernig spurningi var bæjarfulltrúi Eva, en hún sneri að því að við þyrftum að gera Akureyri svona markaðsvænni til búsetu. Við þyrftum að auglýsa búsetukosti Akureyrar og ég get ekki verið meira sammálaður. En það er þetta með viljan og peningin að stundum þá finnst manni maður ekki hafa aura í neitt og þá eru þetta forgangsraðar rétt, það er rétt, en þetta er eitthvað sem við verðum að fara í og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur náttúrulega marg
minnt okkur á það að við þurfum að sækja tekjur og þetta er auðvitað eitthvað því sem að hjálpar okkur að sækja tekjur. Mér sýnist að Akureyri hafi í rauninni ekki á síðustu árum ekki fjölgað, Akureyringum ekki fjölgað um 0,6% og meðan Sunnlendingum að fjölga Árnesingum 2,4% og Reykvíkingum 1,2% og nú ég farin að þylja upp tölur þannig að þetta er áhugavert. Þannig að við þurfum að gera betur. Þannig að ég styð þetta og held að við leitum örugglega líka leiða í þessum aðgerðahópi sem við erum í til þess að fara í verkefni sem að draga tekjurinn í bæjarsjóð en kosta okkur ekki bara skildingin. En ég ætla að þakka öllum þeim sem hafa hingað til talað í þessari umræðu og hlakka til að heyra hinna vegna þess að eins og ég byrjaði á þó við höfum svona örlítið ólíkar áherslur á hvernig við eigum að bera okkur að í þessu, þá erum við svo heppin að hér eru 11 bæjarfulltrúar sem að skilja gildi menningu og lista. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og fleiri byrjaði að þakka Unnari Jónssoni fyrir framsögu hans hér í dag, sem var mjög góð. En ég ætlaði bara að segja ykkur það að ég listamaður, ef þið hafi ekki fattað. Ég alltaf að fremja list hérna í ræðustóli, reyna að fremja ræðulist. En það svo aftur spurning hvernig til tekst. Þannig að þið eru öll listamenn í sjálfu sér. En að öðru, mér langar til þess að orða það hér að ég tel að Akureyrarstofa hafi svo sannarlega sannað gildi sitt á þeim tíma sem hún hefur starfað. Og það hefur mjög margt áunnist á þessum tíma Akureyri til hagsbóta. Ég held að það fari ekki fram hjá neinum. Og ég held að það sé ekkert því síður að þakka að við erum mjög rík af mannauði á Akureyrarstofu. Við höfum þarna öflugt starfsfólk sem vinnur vel og skilar góðu verki. Ég held við höfum líka haft vel skipaða fulltrúum í stjórn Akureyrarstofu sem hefur unnið vel með starfsfólki og mér sýnir svo að vera áfram. Það alveg ljóst að það að stofna menningarfélag Akureyrar með þeim hætti sem búið að gera stórt tækifæri og ég held að við séum að sjá það í þessari grósku sem að myndast núna í tengslu við tónlistina og það náttúrulega skiptir máli þegar við erum komin í þessa stöðu að við höfum í fyrsta lagi þá aðstöðu sem við getum boðið upp á til að þetta geti orðið að veruleika og svo það hitt en það að finna rétta fólkið í aðstöðuna. Aðstæðan skiptir að sjálfsögðu miklu máli en það svo aftur annað mál hvort við þurfum endilega að setja alla þá fjármuni í hana sem að stundum gert. Það má kannski stundum vera hófsamar í þessu því að það náttúrulega alveg augljóst mál að aðstæðan ein breytir engu ef að hún ekki nýtt, þar að segja þau tækifæri sem koma með henni ekki nýtt. En það líka alveg ljóst að það hefur tekist ljómandi vel að mörgu leyti með byggingu hofsins til dæmis, því að þetta ekki menningarhús Akureyrar einnar og sér heldur alls Norðurlands, eins og bæjarfulltrúi Logi kom hér inn á áðan. Nú, ef þessi starfsemi á að vera
í einhverju samræmi við þá aðstöðu sem settur upp, að þá hljótum við að þurfa að hafa dálítið skýra sýn á það hvert við ætlum með þetta. Og ég fagna því að það skuli þá allavega vera komin af stað vinna við að skerpa þá sýn með þeirri stefnumótunar vinnu sem það stendur fyrir dyrum. Og það mjög mikilvægt að stefna sé það skýr að starfsmenn og stjórnendur viti inn í hvaða ramma þeir eru að vinna. Ég held að hluta til hafi þessu upp á að koma með leikfélög framhaldsskólana. Við erum kannski hluti af því að við vorum ekki með nógu skarpa og sýn á það hvert hlutverk þeirra ætti að vera í tengslu við þessi menningar mannvirki sem við erum þó með í bænum. Það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Logi kom inn á hérna áðan að það var örugglega hugsað þannig í þessum skólamannvirkjum sem voru byggð á sínum tíma að þessi menningarstarfsemi gæti verið í þessum húsum. En hins vegar er ekkert óeðlilegt við það að framhaldsskólanemendur sæki kannski í betri aðstöðu ef hún stendur til boða. Og hún stendur til boða. En við þurfum þá bara að vera búin að taka þá pólitíska ákvörðun að við viljum bjóða upp á þessa aðstöðu og ef það kostar þá þurfum við bara að gera áætlun fyrir því og gera bara ráð fyrir því þannig að það sé alveg ljóst að starfsmenn lendi ekki hér inn á milli steins og sleggju í svona mál. Eins og ég túlka þá stöðu sem kom þarna upp, en ég fagnaði að sjálfsögðu sé búið að leysa þetta mál. En aðeins í þessu sambandi að þá er dálítið gaman að því samt að hlusta á bæjarfulltrúi Sóleyju tala það að hún vilja ekki sjá allt í byggingunni og stöpunni og þetta er allt hárrétt sem hún kemur inn á. Að það er gríðarlegur kostnaður fólginn í þessu mannvirkjum. Þess vegna er ég að hluta til á móti því að leggja í allan þann kostnað sem við erum að tala að leggja í tengslu við listasafnið. Ég held að mörguleyti væri þeim peningum betur varið í innra starf fyrir þá listamenn sem þar koma að. Og það má alveg læra af reynslunni og þegar ég segi þetta þá er ég ekki á móti því að byggja upp öflugt listasafn á Akureyri. Ég tel að myndlistin eigi að njóta sömu stöðu eins og sjónlist, þar að segja leiklist eða tónlist. Það er ekki spurning í mínum huga. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að við höfum ekki tekið umræðu það hér í bæjarstjórn hvert við viljum stefna í þessu mál og ég hreinlega bara ætla að óska eftir umræðu það sérstaklega núna á næstunni. Því að það getur ekki verið lýðræðislegt í sjálfu sér að hugmyndafundur, að á hugmyndafundi sem að boða til og það komist nú allavega ekki allir bæjarfulltrúar á þann fund að þar komið fram hugmyndur það að tengja sama ketilhús og listasafni eða mjólkursamlaði gamla og byggja þarna bara mjög stórt og mikið mannvirki, bæta það og breyta því fyrir 400 milljónir sem að sumir segja kosti 500 milljónir og verða aldrei ódýrara. Að þá sé svo ákvörðun tekin í raun í verkefnisliði fasteigna Akureyrar. Við hefum ekki tekið umræðum þetta hér. Og mér er sjálfsagt að við gerum það. Og ég held að ágreiningurinn sem er á milli okkar allavega sjálfstæðismanna og þá annara sem hér sitja sé fyrst og fremst fólginn í því að við viljum kannski fá umræðinu på borði, taka þetta pólitíska umræðu og pólitíska ákvörðun. Það getur vel verið að hún verði bara niðurstaðan verði svo sem hún er. En við höfum líka bent á það að við vildum kannski sjá þetta gert á lengri tíma heldur en ætlað er. Það hefur verið það sem við höfum verið að leggja inn í þetta. Og það er alveg á hreinu að menningarstarfsemi er atvinnustarfsemi. Við erum að skapa tekjur í gegnum þetta.
Og við getum gert það alveg eins í gegnum myndlist eins og tónlist eða leiklist. Það er ekki spurning. En hugsum aðeins út í það hvert við erum að fara. Það getur vel verið að meirihlutin hafi tekið þetta mjög ítarlega umræðu í reykfylltu bakherbergi og komið svo bara fram með niðurstöðuna og þess að ég hafi hugmynduð. En ég allavega kalla eftir því að þessi umræða verið dreginu aðeins upp á yfirborðið. En aðeins að kynningamálunum, ég tek undir það sem sagt hefur verið hérna með heimasíðuna, það skiptir mjög miklu máli og það skiptir líka máli auk þess að hafa góða, gegnsæja heimasíðu, að við fylgjum vel eftir góðum fréttum sem að hafa mikið auglýsingagildi fyrir bæi eins og Akureyri. Við höfum nú rætt að stundum allavega ég og forseti bæjarstjórnar að mér minnir á ferðum okkar til Hríseyjar að það væri í raun dálítið fáránlegt hvað við í raun fylgjum góðum fréttum eins og þeim að Akureyri sé bara einhver besti áningastaður eða viðkomustaður eða ferðamannastaður í heimi mjög forvitnilegur og hvað gerum við svo? Hlíðarfjall, eitt af sérstæðustu skíðasvæðum heims, hvað gerum við svo? Við getum ekki sagt bara kannski við Akureyrastofu, þið bara bætið þessu á ykkur. Ég get alveg tekið undir það. Við erum þá að taka einhver önnur verkefni út og það er nú verið svona greinlega búið að opna þessu umræðin það. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að Akureyrastofa hafi afl til að fylgja hlutum mjög skýrt eftir þegar að svona, og með öflugum hætti, þegar svona tækifæri gefast. Nú, það er náttúrulega alveg ljóst að við eigum að sækja meiri tekjur á ríkið. Hlutdeild okkar með tilliti til í samanburði við höfuðborgarsvæðið er raun alveg fáránleg. Og við eigum að fá meiri tekjur inn í þetta menningarstarf hérna vegna þess að við erum ekki bara að sinna þessu fyrir lítinn hópa Akureyri, við erum að sinna stóru hluta landsins. Og það er bara eitt af þessum málum sem við hljótum að þurfa að ganga eftir. Við fögnum því að sjálfsögðu að hafa fengið þó þessa viðbót sem að koma inn núna á síðustu fjárlögum. Það er bara hið besta mál. Nú, ég ætlaði svo aðeins að nefna svona, það er kannski spurning bara til Unnars. Ég áttaði mig ekki alveg á því að við værum að fara að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til að standa fyrir sumaraflýsingu Hlíðarfjalli. Ég sá bara þessu auglýsingu í blöðunum daginn, komið dálítið óvart. Og ástæðan er kannski sú að ég hélt að við værum að skoða það í alvöru og hefum falið atvinnuþróunarfélaginu það að skoða í alvöru hvort það væri ekki hægt að fara í ákveðna útvistun á Hlíðarfjalli og starfseminni þar og þá hlýtur sumar sem vetur að vera þar undir. Þannig að ég svona velti fyrir mér, ég er orðin einhver stefnubreyting í þessu hjá meirihlutanum eða hvernig verður þetta til? Ég mani heldur ekki til þess að þetta hefur verið tekið upp í bæjarráði. Áður en þetta var sendt út, en kannski er ég að misskilja eitthvað í þessu, en það verður ágætt að fá svar þetta. En það er annað sem ég langaði svo að nefna inn í lokin að það hefur verið gaman að taka og reyna að svara þessari spurningu sem er lögð hérna fram í lokin, hvernig vil ég hafa myndin á Akureyri eftir 20 ár? Þetta er svolítið mjög forvitnileg spurning og væri mjög skemmtilegt að taka umræðu hana hérna, en mér gafst nú ekki alveg tími til þess í önnum dagsins í dag eða gær að leggja þessa mynd niður fyrir mér þó að ég svona hafi hana einhverju leyti í kollinum. Ég bara ítreka það sem við vorum að reyna að ítreka í fyrra að við fáum þessar stefnuræður í hendurnar helst á föstudegi þegar við fundur á þriðjudegi. Og þannig hélt ég að þetta hefði verið lagt upp hér á árum áður, man ekki betur,
Því að það náttúrulega í þessu stefnuráðum fullt af atriðum sem mjög mikilvægt að maður geti svona gefið sér tíma til að velta fyrir sér, taka inn í ákveðið samhengi og koma hérna og ræða það. Og mér finnst mjög mikilvægt að við fáum þennan tíma og ég eiginlega mér svona, ég ekki alveg nóg ánægður með það hversu lítill tími gafst í þetta núna. En ég vona að það verði þá bara tekið til skoðunar. Að öðru leyti að þá ætla ég bara að enda þetta á því að ítreka það sem ég held ég hef nú nefnt áðan. Ég var á móti því að atvinnumálanefnd yrði sett á fót og ég tel að hafa veikt Akureyrarstofu að kippa atvinnumálunum í burt og kljúfa þau. Þetta hafi í raun og veru flækt stjórnsýslustigið og veikt það. Og ég verði bara að svara fyrir það en ég heyrði aldrei nein rök önnur en þau hérna á ræðustóli að það væri bara komið nýr meirihluti og þess vegna væri eðlilegt að gera þetta. En mér finnst full ástæða til að velta því upp hvort það sé ekki ástæða til að styrkja bara Akureyrarstofu og fela henni atvinnumálin öll en ekki bara sum og það dálítið merkilegt að í upptalningunni á þeim verkum sem ætluð í samstarfssamningi flokkana þá Akureyrarstofa með verkefni sem stuðla atvinnu frumkvæði á öllum sviðum sem líka atvinnumálanefndar, skapa umhverfi með það markmið að fjölga atvinnutækifærum, beita sér fyrir öflugu millilandaflugi allt árið og marka skýra stefnu í málefnum norðurslóða. Við erum með algjöra skörun á þessum málum sem ég tel alveg óþarfa. Og þetta svona eitt af þessum málum sem ég finnst bara mjög eðlilegt að menn taki bara hreinlega til endurskoðunar og viðurkenni það að þetta var ekki rétt ákvörðun. En á öðru leyti að þá bara þakka ég fyrir umræðuna hérna sem verið mjög góð og ég teki undir flesta því sem að flokksfélaginn minn bæjarfulltrúi Eva fór með hérna áðan, ef ekki allt, og reyndar hjá fleirum líka. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Gunnar Gíslason að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara takk kærlega fyrir góðar umræður og ég þakka Gunnari Jónssyni kærlega fyrir þessa ræðu stefnu og starfsáætlun Akureyrarstofu. Og ég velti fyrir mér orðinu sanngirni og jafnræði þegar að kemur að menningarmálum líka, vegna þess að mér finnst mjög sorglegt að við rekum hér menningarhúsið Hof, sem að þjónusta stórt svæði og gríðarlega flott og frábært mannvirki og býður upp á ótrúlega möguleika. En við fáum ekki eina einustu krónu frá ríkinu til að standa undir þeim rekstri á þessu menningarhúsi. Við erum aftur á móti með sambærilegt mannvirki, eða sem hefur sambærilegan tilgang, mannvirki fyrir sunnan sem heitir Harpa. Þar ríkið að greiða nokkur 100 milljónir með því húsi og það kemur ekki króna til Akureyrar. Ef ríkið ætti að greiða sambærilega með menningarhúsinu Hofi og það gerir með menningarhúsinu Hörpu, þá væri þetta 100 milljónir á ári. Og ég hef svo sem ekki framreiknað það eða vísitölureiknað það, en allavega með þær tölur sem maður hefur heyrt, þá væri þetta rúmar 100 milljónir á ári. Við getum gert ýmislegt fyrir það. Við getum notað hluta því að markaðssetja bæinn þegar við erum valin að til dæmis stórri vefsíðu sem heitir Lonely Planet sem einn áhugaverðasti staðurinn. Við getum notað hluta þessum peningum til þess að grynnka á þeim útgjöldum sem við setjum í að viðhalda og reka þetta húsnæði. Þannig að það mætti gera ýmislegt fyrir þetta og ég veit að það er örugglega rosalega erfitt að fara að stefna ríkinu fyrir sanngirnisbrot eða jafnræðisreglubrot, en mögulega má gera það vegna þess að
við verðum einhvers tegjan að setja fótið niður í þessu máli. Það þýðir ekki ár eftir ár eftir ár og fólk á góða fundi með mennta- og menningarmálaráðherra og fleiri ráðherrum og þeir gera ekkert í þessu máli. Ég veit að fyrri meirihluti ræddi þetta við ráðherra og fleiri og ekkert gerðist. Það eins og fólki sé algjörlega sama það að við séum með þetta húsnæði Ríki kom með einhverja 700 milljónir eða 800 milljónir eða hvað það var af 3,4 milljónum. Ég held ég fari með tiltölulega rétta tölur. En við borgum allt. Það finnst mér gríðarlega alvarlegt. Það að hafa gríðarlega áhrif á alla menningu hérna í bænum. Við erum að setja yfir 50% bara í þessi mannvirki. Mér finnst það vera bara eitthvað sem við verðum að setja niður fótið núna. Það frábært að við fáum 30 milljónir. En það eingöngu verið að reyna að fara í áttina því að jafna það sem fer í symfóníu eða leiklist eða aðra menningu sem við eigum að fá. Við erum ekki að fá krónu frá ríkinu sem ekki sanngjarnt eða eðlilegt í samræmi við það sem gert á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að reka stórt menningarsamfélag fyrir okkur og fyrir sveitirnar í kring og við skiptum bara máli í þessu. Þetta skiptir máli fyrir alla hér í kring. Og þegar kemur millilandaflug og reglulegt og þá skiptir þetta allt saman máli að við getum haldið þessu blómlega menningarlífi áfram við þetta. Þetta skiptir máli fyrir þessa 40 veitingastæði eða hvað þeir eru Það skiptir allt máli. Þess vegna finnst mér bara algjört lykilatriði að við fáum sanngjarnar greiðslur frá ríkinu eða jafnræðisgreiðslur einhverjar fyrir menningarhúsið Hof. Varðandi sölu og eignum, ég til að skoða allt, en auðvitað hefur þetta allt kosti og galla. Ég vil helst ekki, ég vil ekki fara leið eins og sem sveitarfélög hafa farið og enda svo með að það þarf að skoða þetta til enda, hvað þetta þýðir. Við erum með litlar einingar sem einfaldlega við erum ekki eins og nota, en þær eru þarna og við erum með skráðar undir hatt Akureyrastofu og Akureyrastofa hefur takmarkaða nýtingu fyrir þetta, en ef við fengið þetta sem gjöf eða einhverju hluta fengið þetta inn, það frábært, en þetta kostar okkur samt peninga. Og að því það er ekkert 0 krónur eiga hús. Það miklu meira heldur en fasteignagjöld sem bærinn fær. Það þarf viðhald og fleira. Og svo langar mér að ræða hjartað í heiðinni. Ég sammála því. Að við vonandi, ég veit að það góður hópur aðeila sem að vinna í því að koma þessu á og ég vona að bærinn geti verið með í þessu. Og það er stofnanir sem bærinn á og rekur. Varðandi atvinnumálanefnd og Akureyrastofu, ég held að megi skoða þetta allt saman. Ég ekkert að segja að atvinnumálanefnd sé komið til með að vera næstu 20 árin. En ég held að atvinnumál eiga alltaf að hafa fókus. Ég satt í stjórn Akureyrastofu, atvinnumál höfðu ekki fókus á fundum stjórnar Akureyrastofu þau 4 ár sem ég var þar. Þau fengu einhver tíma, en kannski við vildum reyna á þetta og ég held að það sé ekki mistök og ég bara sannfærður það. Ég vil bara gefa þessu meiri tíma. En menning skiptir okkur verulega máli og það skiptir, hvort sem það er ræðumenning, matarmenning, myndlist, tónlist eða annað, þetta skiptir allt máli og peningarnir eru, og við eigum að fara og sækja peningarnir til ríkisins. Þetta gengur ekki. Takk fyrir. Það fulltrúi Matthías hefur lokið máli sínu og tekur nú við stjórn fundarins. Orðið er laust. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Líkt og aðrir þá vil ég þakka formanni Akureyrastofu Unnar Jónssyni fyrir hans framsögu. Ég vil líka bara að gera játningu hér að ég er engin stórlistamaður þegar kemur að ræðumennsku og verð það seint. En ég reyni
og myndi nú kannski ekki tala um þetta sem beina list sem fyrir fram hér í ræðustóli. En einhvers vegar þá skal ég segja langar til að taka til máls þessa umræðu sem átt hér stað. Bæjarfulltrúi Logi hefur nú svarað flestu því sem hefur komið eða verið beint til meirihlutans og þar eru við að mestu leyti sammála, eða ekki að mestu leyti, við erum alltaf sammála, við erum að taka þátt í meirihlutannum og eins og allir bæði í meirihluta og minnihluta vita þá hefur það samstarf gengið ágætlega vel sem og samstarf hér bara í bæjarstjórn almennt. Fyrir þá sem er heima að sitja þá vita menn ekki að bæjarfulltrúi Njáll var að reyna að trufla mig með einhverju gjörningi í salnum en ég reynum samt að halda mínu striki og halda minni listsköpun áfram hér í ræðustóli. En aðeins að þessu punktu sem hafa komið hér fram í ræðunni og kannski mér langar aðeins að taka undir, það er náttúrulega það sem að ég hafði pínu áhyggjur af var þessi samskipti menningarfélags Akureyrar og skólana, framhaldsskólana hér, en sem betur er búið að nást lausn á samskiptum leikfélags menntaskólans og menningarfélagsins og ég vona það líka og hef svona væntingar að við getum fundið framtíða lausn á þessu. Ég sem kannski allt í lagi að varpa þeirri spurningu hvernig við sjáum þetta útfært varðandi þennan sjóð sem að tala í stefnuræðu formanns og var kannski gott að vita hvernig, þetta hefur ekki verið rætt en þetta er eitthvað sem við þurfum að reyna að finna lausn á og ég bara trúi því að við getum fundið lausn eða sett eitthvað markmið að þetta verði komi ekki upp á aftur og sjálfsögðu viljum við stuðla að því að ungir listamenn hér á Akureyri geti notað þessu hús okkar en það þurfa náttúrulega sjálfsögðu að vera einhverja reglur og svona viðmið hvernig við förum að því. Ég líka tek undir og við vilja fagna því að menn skuli ætla að sameina stjórn Listasumars og Akureyrarvöku sem ég til var hið besta mál. Svona við úr einu annað, ég ætla ekki að taka langan tíma í þetta en var nú kannski að vonast til að bæjarfulltrúi Gunnar yrði í salnum þegar ég færi af því sem að koma hans sem ég langaði bara að svara aðeins í. Hann hefur talaði mikið í sinni ræðum í umræðum listasafnið og framtíðarsýnina og velti því fyrir sig hvort að þetta hefði verið ákveðið í reykfylltu bakherbergi. Það er nú einhvers síður svo að reykfyllta bakherbergi var nú bara ekkert, það var nú bara alveg augljóst frá upphafi, vegna þess að þetta kemur fram í okkar málefnasamningi, að við ætluðum að ljúka byggingu sjónlistamiðstöðvarnar sem þá hét, þannig að þetta var aldrei neitt felumál og þetta var aldrei reykfyllt bakherbergi það sem við tókum þessar ákvörðun. Þetta kemur inn í fjárhagsáætlun núna fyrir árið 2016 og við erum í rauninni með þetta á stefnuskránni að fara í þessa uppbyggingu. Þetta er löngu tímabært verkefni. Þetta er hús sem við höfum talið að þurfi viðhald og endurbætur. Hins vegar er alltaf þannig að við sitjum líka núna þessa dagana í aðgerðahópum rekstur Akureyrarbæjar og þá náttúrulega erum við að skoða og velta við öllum steinum og þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum líka að skoða. Bæjarfulltrúar hafa bent á það að hér er mikill kostnað við steinsteypu, ekki bara í menningarmálum heldur bara almennt í bæjarkerfinu og auðvitað þurfum við að meta og vega og meta hvað við ætlum að gera. Hins vegar hefur það kannski verið skoðun okkar að þetta er húsnæði sem bara hreinlega liggur undir skemmdum og við verðum að bregðast við með þeim hætti að svo fari ekki að við missum þetta húsnæði eða grotni niður. Þannig að þetta eru hlutir sem við verðum bara að skoða frá öllum hliðum. Ég ætla ekki að vera orðlengi þessa umræðu mikið, mér langaði bara að koma inn á þetta atriði. Svona kannski það sem var kannski loka innslagi þessar ræðu, þessi 20 ára framtíðarsýn, hún getur orðið spennandi. Ég held að við höfum alla burði hér til þess að byggja upp mjög öflugt og gott samfélag. Ég er alveg sannfærður það að við erum, minnstu þeir sem sitja hér í bæjarstjórn, við erum mjög samstillt að flestu leyti held ég uppbyggingu. Við erum að vinna þetta saman og það ekki síður líka, ekki síður við menningamál. Þannig ég held að við séum á réttir leið í mörgum málaflokkum. Kannski aðeins að það var rætt sem sagt, og kannski eitt af það sem hefur gleymst það er til þess að mér langar til þess að koma inn á. Það er þessi sameining sem átt sér stað í menningarlífinu. Þetta hefur tekist afskaplega vel með stofnun þessa nýja félags þar sem að 3 megin þættir voru sameinaðir. Menn hafa velt fyrir sig hvort að listasafnið eða listagilið hefði átt að vera þar inni. Ég er ekkert alveg sannfærður það. Ég held að við séum búin að taka 1 skref. Það hefur tekist ákaflega vel. Við getum tekið önnur skref þegar framlíða stundir.
En ég held að við getum verið mjög stoltir við því hvernig hefur tekist til með þetta verkefni. Og ég alveg sannfærður að þegar við lítum tilbaka, Unnar Jónsson, formaður Akureyrarstofu, eftir 20 ár, að þá hefur við eftir að vera stolt af því hvernig til hefur tekist í menningarlífinu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að bregðast við. Bæjarfulltrúi Evu spurði hvað hús við ættum að selja. Mér líst ágætlega hugmyndinni á formanni Akureyrarstofu að selja A-húsið og færa starfseminni annað og selja það húsið sem A væri í núna til dæmis. En ég tel mikilvægt að skoða öll hús, hver nýtt, hver ekki og hvað hús hægt að nýta enn betur. Ég svo sem ekki tilbúin að benda á einhver ákveðin hús hér og nú, en eins og ég nefndi áðan þá tel ég bara mikilvægt að skoða þetta mjög vel. Ég sammála Evu slóganið Akureyri öll lífsins gæði og við þurfum að markaðssetja okkur ennþá betur til búsetu. En ég kom einmitt inn á það í ræðu minni hér áðan en kannski ekki nógu ákveðið. En ég ætla að fara aðeins nánar út í það. Öll lífsins gæði, flestir þekkja það, en fyrir hvað stendur öll lífsins gæði? Ég mjög skotin í þeirri hugmynd og hef sagt það áður hér og tel það styrkja okkur sem eftirsóttan bæ til að búa í ef við skilgreindum slóganið ennþá betur. Öll lífsins gæði gæti staðið fyrir til dæmis að vera framalega í jafnréttismálum, vera heilsueflandi samfélag og með innleiðingu barnasáttmálans getum við öðlast vottum sem barnvænt samfélag, kolefnalaus bær, menningabær, nýsköpunarbær, bara svo eitthvað sem nefnt. Við hér á Akureyri erum að gera svo marga frábær hluti og eigum að draga þá fram og gefa skýrt og greinilega út fyrir hverju við stöndum. Af hverju ætti fólk að vilja búa hér frekar annars staðar og markaðsetja okkur einmitt þannig. En ég ætla svo sem ekki að lengja þetta meira en vildi aðeins koma inn á þetta. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbjörnsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja að þakka Unnari formanni Akureyrarstofu fyrir hans innlegg og ræðu. Ég langar rétt bara að byrja kannski að taka upp ánægð með forseta bæjarstjórnar núna þar sem maður var að tala varðandi Hörpu og Hof og það dæmi. Við ræddum þetta undir menningarsamningum í haust og nú reynir svolítið að muna smá tölfræði en mitt í því máli og að gera að taka nefndum. Mér finnst þetta, ég er hjartanlega sammála það sem bæjarfulltrúi Matthías er að koma inn á varðandi þennan samanburð með Hof og Hörpu. Og ég man þetta rétt, sirka það sem maður var að ræða þarna í haust, að þá er Reykjavíkurborg að borga 600 milljónir með Hörpu og ríkið kom með 700-800. Til samanburðar benti, ef ég man töluna sem einmitt bæjarfulltrúi Sóley Björk var með náðan 284 milljónir í leigu af Hofi sem bærin er að borga inn í leigu. En munurinn sá að, ef ég man rétt, að fasteignagjöldin sem að bærin fær sem sagt vegna Hofs eru 38 milljónir en það sem að Reykjavíkurborg er að fá af Hörpu eru 350 til 400 milljónir fasteignagjöld og síðan eru máli gangi að hækka fasteignagjöldin að því. Þannig þá sjáum við nú hlutföllin í þessu og þau eru áhugaverð. Og þetta er nákvæmlega sem við erum að tala fyrir inn í varðandi menningarsamningin og þegar við erum að tala að taka menningarsamning og gera hann til 5 ára. Ég myndi ekki vilja festa hann í þessari tölu eins og hann í dag. Þó hann er verðbætt og annað, ég vil að við förum lengra í þessu og höldum áfram því starfi sem við tókum og þetta er svona dæmi að hér sýndum við ákveðna ákveðinni í þessu máli í haust og tókum á því saman, samskonar hætti eins og með aflið, að við tókum bara allstaðar þar sem við gátum á þessum málum og þetta sýnir að við getum náð ákveðnum árangri með að taka höndum saman, markvisst. Og ef ég var að tala mér finnst bara eðlilegt að menningarsamningur á svæðið og þegar maður var að ræða út frá mannfjölda og öðru og hvernig við erum að þjónusta þetta svæði, þá varst mér ekkert óeðlilegt að hann væri cirka 250 til 270 milljónir. Og þá getum við, og síðan eins og bæjarfulltrúi Matthías er að tala þessar 100 milljónir sem er eðlileg tala, ég held að það sé ekkert langt í lagi frá og svona hlutfallslega það sem við erum að tala í hinnum dæmir og reyndar ef við ætlum að taka alla leið þá
þá mætti það vera miklu hærri tala til að, yrði varin til að töluvert hærri til að ná nákvæmlega sömu hlutföllum eins og hinum megin. En nóg varðandi menningarsamningi og Hörpu og Hof. Það svona rétt að koma inn á við erum að tala um atvinnumálaðans og kannski og þá ferðaþjónustuna sem er undir Akureyrarstofu. Og við náttúrulega séðan að gríðarlega vöxt og raunverulega erum við ákveðni keppni þarna að ná til okkar hluta af þeim gjaldeyristekjum sem komin í landið. Og það verður bara að segjast eins og síðustu 10-12 ár, þá hefur þetta hlutfall lækkað hratt sem að erlendi ferðamenn hafa komið samkvæmt könnunum til Akureyrar í júní, júlí, ágúst og síðan aftur í Mývatnssveitinni. Og ef man rétt, það var 2004 var þetta 47% en núna síðustu könnun sem var gerð held í 2014 þá var þetta 34-5%. Þannig að við vorum að tapa 1% ári í hlutdeild og á sama tíma eru þessar gjaldeyristekjur svona að vaxa svona rosalega hratt og væntanlega einhverja 370 milljarðar gjaldeyristekjur erlendu ferðamönnum í fyrra. Þetta er gríðarleg stórt mál og innspýting sem ef við myndum ná með einhverjum markvissum hætti að ná aðeins stærri hluta þessari köku, þá það er alvöru mál. Hvort sem við erum að tala það er mikið verið að tala um millilandaflugið. Það er ekki að lengja og taka þann pakka en það sem ég kannski vill fá almennar umræðu og ég myndi ekki gjarnan vilja fá Akureyrarbær inn í það umræðu með sterkari hætti kannski. Mér finnst algjörlega tímabært að fara að taka þetta upp af krafti og þá er kannski líka að benda á þessa forystu hlutverk á svæðinu og annað að taka, það er Kjalvegur. Uppbygging á nýjum Kjalvegi við Kjöl sem er að mínum mati jafn stórt mál í sjálfu sér eins og millilandaflugi til Akureyrar. Og ég held að þetta sé raunverulega, þetta er eitthvað sem að forsendur sem að séð í skýrslu sem var gerð fyrir 8-9 árum þetta mál sem ég kom nú að það er kannski komið það ástand núna sem að reiknaði með kannski var í 2025-2030, það kom bara til okkur örfáum árum varðandi fjölda ferðamanna til landsins. Það er 80 bílar í fyrra að keyra um landið og það er með þessum bílum sem að fólki er fyrst og fremst að dreifast úr landið. Og þá það bara ákveðin fjarlægðir sem að fólki virðist fara svona í stórum dráttum. Oft talaði um 150 km radíus út frá borginni þar sem að svona stærsti massinn er að halda sig innan við. En við þurfum þá að finna leiðir hvernig við ætlum að ná þessari betri dreifingu yfir stærra svæði. Og mér finnst að þetta sé svona verkefni sem að menn ættu að fara að taka fyrstu tökum og taka svolítið með Norðvesturlandi, nágrunum okkur, verð vestan okkur í umræðinu. Þetta skiptir allt hlutastlega ennþá meira máli fyrir Norðvesturland, Húnaþing og Skagafjörð og sveitarfélaginu því svæði, en skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Síðan þetta með samninga eða samvinnu stofnana á svæðinu og tíðrætt varðandi eins og Atvinnuþróunarfélagið, Markaðsstofu ferðaþjónustunnar á Norðurlandi, Akureyrarstofu, Eyþing, Nýsköpunarmiðstöð jafnvel. Að maður hefur svona minnst á þetta minnst inn í þeim eins og inn í Atvinnuþróunarfélaginu að skoða það möguleika að vera með einhvers konar samráðsfundi þarna á milli. Þannig að menn tali svolítið yfir landamæri og reyna að ná betri samvinnu kannski og afmarkið sér einhverju leyti þannig að menn séu markvissar í sinni vinnu. Því ég held að á þessum dögum, það sem ég hef fylgst með þessu, þá þetta virðist víðast hvar að vera mjög gott starf í gangi og menn að ná árangri í sínu. Hjartanlega sammála sem að bæjarfulltrúi Eva kemur inn á áðan fjölgun ferðamanna á Lágun, þegar ég var að tala um þessi prósentuhlutföll áðan, að þá veturinn, þau hlutföll eru ekki góð hjá okkur og við erum kannski með 13% vetrarmánuðina sem kemur inn á Norðurland af heildinni. Og það hefur samt haldið sig með að við svona í prósentulega cirka með hittaðið hnignað yfir sumari hlutfallslega. Mér finnst líka mikilvægt að við beitum okkur varðandi eins og með uppbygging innviða og tölum þá fyrir þessu svæði eins og inn í samgönguáætlun sem hefur verið ósamþykkt og mögulega verður þá tekin fyrir nú á vorþinginu ef þá kannski haustþinginu. Þannig að þetta þar koma fram hlutir og reyna að koma inn með hluti þar sem að skipta gríðarlega máli eins og í ferðaþjónustunni og náttúrulega bara almennt fyrir fólk sem býr á svæðinu að styrkja þetta hvort sem það eru vegirnir, skoða að bæta þjóðveg 1, Kjalveg sem myndist á hann,
flugvellir, hafnaraðstöðu, taka mútið skemmtaraskipunum og það sem því kemur við. Þannig að það er þetta að koma og samgönguáætlun skiptir okkur gríðarlega miklu máli inn í þá vinnu. Og síðan bara rétt í lokin, það er það sem er sérstæða ferðaþjónustu á Akureyri, svona, og ég minnst á áður, og sveitarfélag, sem sagt, ef við tökum svona ferðaþjónustuna og sveitarfélag landinu, það er að hlutfallslega þá er innlendi markaðurinn gríðarlega stór í ferðaþjónustunni á Akureyri. Og það náttúrulega liggur svolítið sérstæða Akureyrarstofu, að það sem hefur kannski verið svolítið verkaskiptingin hingað til er að Akureyrarstofu er meira einbeitt sér að ferðaþjónustunni gagnvart innlendamarkaðnum. Svona, já, og síðan er markaðsstofa ferðaþjónustunni kannski vera meira með erlenda geiran. En auðvitað vitum við, ef við höldum áfram að pæla í tölfræði, ég ánægður með á fundinum hvað sumir eru að tala um tölur og tölfræði, það er bara að vitna meira í þetta, það er mjög gott. Að hlutfallslega þá náttúrulega sem sagt, vöxturinn í innlenda túrismannum er aldrei sambærilegur við það sem er gerast í erlenda túrismannum. Þannig að við þurfum þá líka að passa okkur að gleyma okkur ekki bara í hugsa að sem sagt, auðvitað að sinna þessu Íslendingunum mjög vel, en við þurfum að hafa þetta í huga. Og raunverulega ætti sem sagt, við að gera okkur svolítið kannski jafnvel breiðari varðandi erlendu ferðamennina. En allt þarf þetta byggjast á gæðum og það er það sem að ferðaþjónustan á Íslandi þarf að huga að á næstu árum og áratugum, það eru gæði umfram magn og hámarka okkur út frá því. Takk fyrir. Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þakka eins og aðrir fyrir góðar umræður skýrslu formanns stjórnar Akureyrarstofu. Það eru nokkur atriði sem ég ætlaði að koma inn á, en ég ætla nú ekki að fara lengi að fundi með því að endurtaka hér hluti sem hafa verið nefndir eins og varðandi Hof og Hörpu, en eru samt mjög mikilvægir einmitt í þessari umræðu samanburðinn og það hvernig hlutir eins og forseti nefndi hér áðan varðandi jafnræðið og eins líka með lausnin á málum LMA og MAG varðandi aðstöðuna ég ætla alveg að sleppa því að fara mjög djúpt í þau mál. Mér langar að minnast á eitt atriði sem hefur lítið verið snert á þó aðeins. Það eru skáldahúsin okkar. Og kem ég þó kannski enn aftur af þessu svona samanburði við önnur svæði og kannski einhverju leyti ósangirni í samskiptum okkar við ríkið eða stuðning við reksturinn á svona mikilvæga mannvirkjum. Að við berum algjörlega reksturinn á skáldahúsunum hér á Akureyri og eins og þið þekki flest að þá eru þau 3 og þó að við séum svo heppin að eiga svona öflug skáld sem og hafa haldið minningu þeirra á lofti að þá er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að það sem þetta eru þjóðskáld að við fáum sanngjarnan stuðning frá stjórnvöldum við að halda minningu þjóðskáldan okkar uppi. Og við höfum viðrað þessa hugmyndir við þingmenn og reyndar hefur einn ágætur þingmaður haft frumkvæði að því að ræða þetta við okkur. Og vonandi tekst okkur að tryggja gott samkomulag við ríkisvaldu það að standa við bakið okkur, að standa með okkur í að ekki bara halda reksturinn gangandi heldur jafnvel að efla þessa starfsemi. Og verður svo vonandi áfram, en formaður stjórnar Akureyrarstofu kemur kannski inn á þetta eitthvað eftir í sínum viðbrögðum eða sínum svörum það hvernig þessu verður háttað. En ég kom aðalega upp af fyrirspurn sem mér er bæði ljúft og skylt að gera grein fyrir, en það er samstarf bæjarstjóra við kynningar og markaðsfulltrúa bæjarins. En samstarf okkar byggir á hefð sem er í raun frá því að þetta starf var stofnað í tíð í kringum 2001, en þá var Kristján Þór Júlíusson hér bæjarstjóri og þá unnu kynningar og markaðsfulltrúi saman að því sem við köllum útgefnu efni og meðal annars að þeim ávarpum og þeim ræðum sem að bæjarstjóri í rauninni flytur og þannig höfum við haldið þessu áfram. Við vinnum þetta í samstarfi og ég veit ekki hvort að þetta er meira í dag heldur en hefur verið
áður, en allavega er óska mjög mikið eftir því að bæjarstjóri sé við hinn ýmsu tækifæri og ávarpið þá samkomugesti eða fólk. Þið sem þekkið mig vel að þá ég nú þekktur fyrir að vera ekki með langar ræður, ég nú frekar þekktur fyrir að vera með mjög stuttar ræður, þannig að okkur hefur kannski tekist að þakka þessu saman. En svona til skýringa að þá nauðsynlegt að þegar að við komum fram eða þegar bæjarstjóri kemur fram fyrir hönd sveitarfélagsins, þá ekki bara við mig, að þá mjög mikilvægt að við séum í rauninni að ná til fólks og séum að tala það viðfangsefni sem við erum í rauninni beðin að fjalla og það kallar á gríðarlega mikla gagnaöflun og það kallar á mjög mikil og góðan undirbúning og þar hef ég og forverar mínir í starfi notið góð stuðnings frá kynningar og markaðsfulltrúa bæjarins. Nú við vinnum svo í sameiningu að öllum fréttatilkynningum sem eru unnar og senda frá okkur. Það fer í rauninni engin fréttatilkynning frá bæjarnum öðru sem að bæjarstjóri lesi hana yfir og staðfesti. Og þannig að samstarfið að mörgu leyti mjög náið og bara til þess að segja ykkur frá því að þá hittumst við til dæmis á hverjum einasta mánudagsmorgni í 30 mínútur til þess að fara yfir í vikuna og þá viku sem liðin til þess að hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem á verksviðurinn okkar beggja í sameiningu. Og ég veit bæði á fyrri að því ég var náttúrulega hér á síðasta kjörtímabili líka að þá hefur komið fyrir, það reyndar ekki mjög algengt að kynningar og markaðsfulltrúar hafi aðstoðað meðal annars forseta bæjarstjórnar. Ég kannast nú ekki við aðra bæjarfulltrúa við svona stærri ávörp sem hefur verið flutt þá oftast þegar að við erum að taka á móti stórum hópum. Nú, það var líka spurt hvort þetta væri ekki hlutverk aðstoðarmanns bæjarstjóra. Nei, þetta ekki hlutverk aðstoðarmanns bæjarstjóra að aðstoða við þetta. Aftur á móti höfum við fengið aðstoð hennar við ýmis mál sem varða kynningar og upplýsingamál og hún bara mjög glögg og góð. Við höfum borið ýmislegt undir hana og hún hefur nýst mjög vel í því. En þetta ekki hluti af hennar starfi að aðstoða við þessi mál sérstaklega. Ekki frekar heldur en það var hlutverk bæjarritara á sínum tíma sem í rauninni var á tímabili nokkurs konar aðstoðarmaður bæjarstjóra. En vonandi skýrir þetta í rauninni þetta hlutverk en ég gerir hvort það hafi legið í fyrirspurninni það hvort að þetta hafi aukist eða ekki, ég náði því nú kannski ekki alveg en þetta allavega skýring af hvernig við vinnum. En ég kannast allavega ekki við að þetta hlutverk kynningar og markaðsfulltrúans hafi aukist á seinni ári. Takk fyrir. Björn Björgvinsson, bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég varð aðeins að koma upp kviknaði aðeins á perunni hjá mér þegar bæjarfulltrúi Silja Dögg kom aðeins inn á kynningamálinu áðan. Ég nefnilega staddur á fundi daginn. Þar var einn forstjóri hérna hjá bænum sem að ráða til sín menntaða starfsmenn. Að lýsa því að það að reyna að ráða starfsmenn til Akureyrar væri nánast eins og að ráða starfsmenn til Síberíu. Ég var nú hálf hvumsa við þegar ég heyrði þessa samlíkingu og spurði nú út í þetta. Og þá fullyrðir þessi aðili að það að bjóða fólki að flytja til Akureyrar af höfuðborgarsvæðinu, ungu fólki, sé svona álíka eins og að bjóða það að flytja til Síberíu. Því að þau viti álíka mikið Akureyri eins og Síberíu. Mér fannst þetta mjög athyglisvert og sérstaklega í ljósi þessari umræðu sem við erum búin að eiga hérna kynningamáli að ef að staðan Akureyrar orðin þannig að þó nokkuð stór hluti á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki hugmyndum fyrir hvað Akureyri stendur eða hvað þar eða þar fram í götum, þá þetta bara orðið alvarlegt mál. Og það segir okkur, ef þetta rétt, að við þurfum heldur betur að spýta í lóðana. Því að við þurfum á því að halda að geta ráðið hingað fagmennta aðila í hin ýmsu störf.
Og maður hlýtur þá að velta því fyrir sig sko hvað það sem að þarf að gera. Það alveg augljóst að það eru kannski lægra hlutfall af höfuðborgarsvæðinu sem kemur yfir höfuð til Akureyrar heldur en við ímyndum okkur Akureyringar. Og ég man ekki betur en að það hafi komið fram þegar borgarstjórnin kom hér í heimsókn fyrir ári síðan, að þá hafi komið fram að helmingur þeirra hafi jafnvel aldrei eða komið hérna einu sinni eða tvisvar. Það voru öll skiptin sem að þau höfðu komið til Akureyrar áður. Og þetta kannski atriði sem við þurfum virkilega að fara að huga að. Og þá getum við veltið fyrir okkur hvernig verkaskiptingin hjá markaðs- og kynningafulltrúa á Þórhallandi götum, og það kannski eitthvað sem bara þess virði að ræða og spekulera í. Annað sem ég langaði svo bara rétt í lokin að minnast á, það þetta með atvinnumálanefndina. Ef að ég man rétt þá var nú atvinnumálastefna unnin á síðasta kjörtímabili í stjórn Akureyrarstofu. Þannig að þar hljóta atvinnumála hafa átt mikinn tíma, og svo náttúrulega gefur það augaleið að það náttúrulega formannsnefndar og eða nefndarmanna óska eftir málum á dagskrá. Og það þeirra að stýra því að sjálfsögðu hvað á dagskrá en ekki annarra. Þannig að þetta dálítið pólitísk og þetta ákvörðun dálítið hjá okkur í pólitíkinni hvað á dagskrá og nefndar fundum yfir höfuð og hlýtur að vera okkar ábyrgð. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara aðeins í framhald af ræðu bæjarfulltrúa Gunnars. Ég efast ekki það að Reykvíkingar og aðrir landsmenn, sérstaklega á Suðvesturhorninu, viti allt og lítið Akureyri. En þessi ágætis forstjóri, hann hefur nú sjálfsagt góða kímnigáfu og kann að ýkja, af því að það auðvitað ekki þannig að menn viti svona lítið Akureyri. Við þurfum hins vegar að taka okkur á. Og ég, ásamt mörgum hérna inni, erum margoft búin að benda á og erum ítrekkað að tala það að besta auglýsing bæjarins eru fjölbreyttir innviðir, að íþróttaliðunum okkar gangi vel, að listsýningarnar séu stórkostlegar, að symfónían spili, og svo þurfum við að halda því á lofti að við erum hérna góða skóla og allt það. Þannig við eigum að sinna kynningamálum. En að lokum þá í rauninni snýst og á umræðan þessi hérna Akureyrarstofu nákvæmlega snúast þessar áhyggjur Gunnars. Við erum í samkeppni nefnilega við, eins og hann benti réttilega á, Stockholm, Kaupmannahöfn, Oslo, Helsinki, London, New York, og ég geti haldið hérna áfram dálítið lengi. Og bestu viðbrögð í þeirri samkeppni að bjóða þessu velmenntaða fólki upp á aðstæður sem það hefur áhuga að búa í. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Vænti þess að formaður stjórnar Akureyrarstofu komi og svari þeim spurningum sem hefur bent til þess, nema einhver bæjarfulltrúi óski eftir að taka til máls núna. Þá gef ég Unnari Jónssyni, formanni stjórnar Akureyrarstofu, orðið aftur. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Það hefur nokkrum spurningur beint til mín. Ég skal reyna að svara þeim eftir bestu getu og samvisku. En kannski taka það fram að það eru líklega einhverjar 6-7 vikur sem ég tók við formennsku, þannig ég ekki inn í öllum málum kannski alveg, en þú hafi reyndar orðið margsvísari bara við það að búa til þetta erindi sem ég flutti áðan. Þú hafi ekki verið nærri tæmandi samt. Bæjarfulltrúi Silja spyr menningarfélagi hvort þetta steypa listasafninu inn í það. Annars vegar sviðslistir að ræða sem að menningarfélagið hefur með höndum og hins vegar listasafni í öðrum rekstri, annars konar list,
og menningafélag er ekki bara rekstrarfélag. Þetta er sko listrænt starf þarna sem á kannski minna skylt við listasafnið heldur en það sem er innbyrðis inn í menningafélaginu. En það er eins og það eru aðrir hlutir sem Akureyrarstofa hefur og er að reyna að búa til svona meiri samlegð í og eins og ég nefndi áðan varðandi Akureyrarvöku og listasumar, að steypa því saman í svona eitt verk, þannig að svo vinna væntanlega bara heldur áfram. Það var komið líka inn á leikfélag Menntaskólans og samkomuhúsið. Það er náttúrulega þannig með menningafélagið að þó að það sé vel heppnað verkefni að steypa þessu saman, þá má ekki gleyma því að eina af ástæðunum fyrir því að steypa þessu saman eru fjárhagslegir. Og það er náttúrulega búið að ég veit ekki hvort ég orða ekki sverfa að en alltaf minnka fjárframlög í sko verkefni sem hægt að taka að sér og framkvæma og það hreinlega kemur niður á svona hlutum eins og samvinnu við leikfélög framhaldsskólanna. En ég kom inn á það áðan líka í ræðinni að með því að stofna sjóð til þess að gera aðilum kleift sem ekki hafa fjárhagslega burði að fara inn í þessi hús, að þá vonandi verður hægt að leysa það. Hins vegar þetta fjármagn frá ríkinu sem er nú í augsýn að auðvitað á eftir að ráðstafa því og það er náttúrulega ekki Akureyrarstofu kannski einnar heldur bæjarstjórnar að ákveða það í samvinnu við aðila. Það kom Silja inn á leikfélag Verkmenntaskólans og þeir voru komnir inn í Freyvang og búnir að festa sér það hús, komið til Akureyrarstofu og voru þá að ræða framtíðar fyrirkomulag. En árið í ár var sem sagt leyst hjá þeim með því að fara inn í Freyvang. Sóley kom inn á verkefni varðandi meirihlutasamninginn og fleira. Auðvitað er það ekki þannig að ég ætla mér að eigna þessu meirihlutaverk sem þeir ekki eiga. Hins vegar er náttúrulega þessi meirihluti eins og aðrir að vinna að málum sem eru í gangi í mörg ár og þvert yfir kjörtímabil. Og hún kom einnig spurði það hvernig við getum eflt menningarstarf ungs fólks og hvernig ætti að sækja þá að komast í þessari 30 milljónir. Það er svolítið bara eins og ég sagði áðan, þetta er bara eitthvað sem á eftir að fara yfir hvernig þessum fjármunum verður ráðstafað. Það er meira en nóga verkefnum sem að koma til greina. Það er engin hörgull á þeim og eitt af því sem hún nefndi líka var listaverkakaup og það kemur þá væntanlega inn í sömu púlíu. Það er búið að svara, Eiríkur Björn Bæjarstjóri svaraði varðandi ræðuskrifin, þannig að það er ekki stendur ekki út af. Ef hann kom inn á samvinnu í Akureyrarstofu og ég er bara sammálunni og þakka henni sömuleiðis fyrir góða samvinnu svo hún segi ekki orðin löng ennþá og vonandi heldur hún bara áfram. En ég get staðfest það að mér finnst andinn í hópnum vera góður og eins milli nefndarmanna og starfsmanna. Hún spurði líka, eða kom inn á markaðsrannsóknir og markaðssókn allt árið. Langar kannski aðeins að í þessu samhengi þess að kom inn á með þessar stofnanir sem eru til eins og Atvinnuþróunarfélagið, markaðsstofuna og fleiri að sko þetta er kannski flóknar mál heldur en svo að segja að gera þetta á einu bretti. Það eru mismunandi samstarfsaðilar að öllum þessum hlutum og auðvitað tekur tíma að finna einhvern sameiginlegan flöt hjá þeim til að steypa þessu saman í sameiginlegan rekstur. En það sem þetta er að gera til styttri tíma, eða til skemmri tíma, er að skerpa á samvinnu og svona mörkum verkefna. Og það er eitthvað sem ég held að vera hægt að fara í bara mjög fljótt. Það var líka komið upplýsingamiðstöð ferðamála. Akureyrarbær rekur það og hefur fengið því framlag frá ríkinu
Það í því máli eins og mörgum öðrum að framlagið frá ríkinu hefur staðið í stað og einstað þetta er verkefni sem að Akureyrarbær vill sinna og þjónusta við ferðamenn og íbúa kannski einhverju leyti. Þannig að það er ekki svo auðvelt að koma sér út úr því. Þegar þjónustan þarf að vera til staðar. En þarna er bara enn eitt máli sem þarf að fara yfir í samvinnu við ríkið. Já, það var reynd að svara hérna með listasafni, Logi kom inn á það, ég held ég sé ekkert að orðlengja það. Nefna kannski einu leyti að það var haldin kynning fyrir stjórn Akureyrarstofu daginn og það kom framkvæmdastjóri fasteigna Akureyrar og það var þetta rætt fram og tilbaka með framkvæmdina hvort það verður nauðsynleg og hvernig verður best að standa að henni og svo framvegis. Og eitt af því sem framkvæmdastjóri fasteigna nefndi í þessum umræðum var það, og ég held ég mig alveg vitni í það er svo sem ekkert leyndarmál, að framkvæmdin, ef hún er gerð í stærri stökkum, það sem má segja, verður ódýrari. Að gera lítið í einu og draga það á langinn er dýrari framkvæmd. Og það er vissulegt að því sem maður þarf að hafa í huga. Bæjarfulltrúi Gunnar komur inn á Hlíðarfjall og ég verð að játa, ég veit ekki alveg hvernig þetta er til komið en vissulega hefur íþróttaráð forræði yfir Hlíðarfjalli. Ég er einnig formaður Atvinnuþróunarfélagsins og við höfum rætt við formann íþróttaráðs þetta, þannig hún er vel sjálfsögðu inn í því sem Atvinnuþróunarfélagið er að reyna að gera. En það er hins vegar langhlaup og ég sé ekki að það ætti neitt að skarast eða trufla hvort annað þó svo að það verði komið einhver af staði Hlíðarfjalli. Svo lengi sem að menn taka það bara tillit til þess sem verður að gera annars staðar og tala saman og hafa samvinnu. Ég held að sé ekkert sérstakt annað. Ef fólk man eftir einhverju þá skal ég bara reyna að svara því annað hvort öðrum vettvangi eða eftir ef fólk vil ítrykka spurningar. Takk fyrir. Þakkum. Já, Unnar Jónsson hefur lokið. Orðið er laust. Það hafa ekki hvert til fleiri hljóðst, þá segjum þessum lið lokið, lið númer 4. Og þá er síðasti liður á dagskrá, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég skal tala hratt. Síðasti bæjarstjórnarfundur sem ég var með skýrslu var á síðasta ári, þannig að haldið ykkur fast. Nei, ég fer hérna bara í öll helstu atriðin. Segja ykkur aðeins frá því að í desember á síðasta árið þá satt ég fund samtaka sveitarfélaga í Evrópu. Reyndar var þá líka haldinn fundur alheimssamtaka sveitarfélaga í París í tengslu við loftslagsráðstefnu sem þar var. Og ég var að vera sambands íslenskra sveitarfélaga og bara stuttlega sagt að ég held að fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir, ekki alveg strax, allavega ekki núna, hversu mikla þýðingu ályktun fundarins í París mun hafa á framhaldið ef að framtíðina sig, ef að ráðamenn þjóða halda rétt á spöðum. Og það var bara áhugavert að fá að vera þáttakandi í umræðum. Sérstaklega var þetta náttúrulega vettvangi sveitarfélagana sem ég var þáttakandi í umræðum og geta í rauninni með stolti staðið þar á meðal annarra borga í heiminum og lýst í hvað við varum komin langt á mörgum sviðum hér norður á Akureyri. Það var ráðstefna í miðjan desember líka varðandi húsnæðismál og íbúðamál, bara að segja eitthvað annars frá því og vonandi fyrir að sjást fyrir endan á frumvarpi ráðherra varðandi húsnæðismál og leigumál. En þessi fundur miðjan desember var mjög góður og gott innlegg inn í þá vinnu og við sem sagt fulltrúar sveitarfélagana vorum þar og fengum tækifæri til þess að vera með í þeirri vinnu. Við höfum verið að vinna eins og svo sem hefur verið sagt frá áður með fyrirtækjunum Capacent að svokallega stjórnsýslu úttekt, segja frá því hér að svo ákvörðun var tekin að
að þær hugmyndir sem hefur verið unnið með að geyma í rauninni að vinna þar áfram vegna þess að þegar við samþykktum fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 þá var ákveðið að skipa svokallaðan aðgerðarhóp sem að fóra í fjárveitingar til ársins 2016 og enda til framtíðar og þar sem að vinna þessara hópa skarast að þá er nauðsynlegt að geyma úttektarvinnuna vegna stjórnsýslubreytinganna. Nú, ég hef komið aðeins af umræðum orkumál í Grímsey, mjög áhugavert plagg sem að við vorum að fá reyndar núna í hendurnar og verður kynnt vonandi fyrir bæjaráði, ég veit ekki hvort það er á næsta fundi eða þar næsta, varandi hugmyndur það hvernig við getum unnið í sjálfbæri þróun orkumála í Grímsey. Nú, við höfum verið að ljúka við samninga við skátafélagið Klakk varandi afnot þeirra af aðstöðunni upp í Þórunnarstræti 99. Nú, við höfum verið í endurskoðun á mannauðsstefnunni og ég átti hér og var satt fyrir okkar hönd stóran fund stefnumótun moltu. Það er mikið og heilmikið í gangi. Nú, svo hlaupin og hratt yfir að við höfum líka verið að leysa mál sem hefur verið í fjölmiðlum sem snýr að menntaskólanum á Tröllaskaga og það sé fyrir endan á því. Við erum búin að allavega samþykkja tilboð sem að kom frá Fjallabyggð og við höfum bara eftir að ganga frá undirritun á því samkomulagi, þannig að bara ánægilegt að geta sagt frá því hér að því máli virðist vera lokið með samkomulagi sem báðir aðalega geta verið mjög sáttir við að mínu mati. Nú, við höfum átt nokkra fundi með hestamannafélaginu Létti meðan annars vegna umsóknar þeirra landsmót hestamanna árið 2020 eða 2022 og nú bara síðustu helgi að þá sátum við með stjórn Landssambands hestamanna vegna þessar umsóknar. Nú, ég heimsótti Fiskistofu og fiskistofustjóra í byrjun árs og við áttum mjög gott spjall og þar meðan við höfum reynda verið í mjög góðu sambandi allt síðastliðið ár, kannski ekkert skrítið vegna flutnings Fiskistofu eða höfuðstöðvar Fiskistofu hingað til Akureyrar en bara mjög ánægilegt að sjá hvernig uppbyggingin hjá Fiskistofu að Borgum hefur orðið og hversu bjartsýnt og jákvætt starfsfólkið sem er komið til starfa hérna á Akureyri og er að vinna að þessum málum Fiskistofu. Nú, fundir með Landsneti hafa verið nokkrir meðan annars vegna Blöndulínu 3 og Kröflulínu en það er þá umræður línur eða jarðstrengi hér í landi Akureyrar. Það mál er bara ennþá í vinnslu og er bara ennþá í umræðum og er náttúrulega hlutverk skipulagsnefndar að vinna í meðal annars. Bara að segja frá því að við höfum verið að funda með Landsneti út af þessu máli. Nú, síðan eru náttúrulega stóru máli, það er náttúrulega skýrsluvinnan og umræðan fjárhagsstöðu hjúkrunarheimilina okkar og þessi svokallaða öldrunarskýrsla sem gefin var út og eftirfylgnin með henni. Ég held nú aldrei að við höfum verið sýnileg í þeirri umræðu og það hefur verið horft til okkar einmitt vegna þessara vinnu sem fordæmi fyrir önnur sveitarfélög sem að standa í nákvæmlega sömu sporum. Og svo gaman að segja frá því að hér var haldin frönsk kvikmyndavika sem er orðin ákveðin hefð hjá okkur og alltaf jafn ánægilegt að segja frá svoleiðis viðburðum líka. Nú, svo er ég með eitt flokkstundur vera svona minni viðburð, það koma þeim að líka. Við áttum fund með félagi Harmonic unnunda á Akureyri vegna aðstöðu þeirra hér og þar fengum við tækifæri til þess að benda þeim eða kalla það hvatningu eða ábendingu til félagsins það að efla hjá sér barn- og unglingastarf. Því eins og við þekkjum af reglum sveitarfélagsins þá eru stuðningur við félagsamtök háður því að menn séu með barn- og unglingastarf. Það er eitthvað sem þau ætla að skoða. Nú, Íþróttabandalags Akureyrar var kjörinn miðjan janúar og sama dag var tónlistarskólinn á Akureyri 70 ára og síðan erum við í viðræðum þá, þetta er svona árlegu viðburður, bara að segja frá því að ræða við Sjúkratryggingar Íslands greiðslur vegna sjúkraflutninga. Þetta er svona hljómar svona eins og þetta sé eilífðarmál og þetta eru eilífðarmál þó við náum samningu fyrir hvert ár fyrir sig að þá er það í rauninni bara skelfilegt stað að vera alltaf að semja frá ári til árs. Ég get ekki fengið samninga til lengri tíma. Nú,
Við kláruðum og undirrituðum samning við Háskólann á Akureyri varðandi vísindaskólann. Vísindaskólinn verður í sumar eins og var síðastlið sumar og það verkefni gekk bara mjög vel og við höfum svona hnykkt á því sem hefur verið komið sem ábending einmitt, mann rétt hérna úr bæjarstjórnarsalnum að auka svona meiri fjölbreytni þeirra einstaklinga sem hafa val að komast í vísindaskólann. Við reyndum og tryggðum það í samningi við háskólann. Síðan var ég satt í fund sem var varðandi framtíðarsýn í málefnum aldraðra sem var á vegum heilbrigðisráðherra og velferðarráðuneytisins og bara svona stuttlega að segja frá því að það er athyglisvert að sitja fundi þar sem við erum að horfa á stefnu til langs tíma og fram í tíman þegar við vitum í rauninni ekkert hvað við erum að fara með málaflokkin í dag. Það sé mjög mikilvægt að við séum að rýna hlutina líka og taka stöðuna sem að reynda voru mjög góður upplýsingar á fundunum til þess að vinna með til framtíðar. Og síðan helgina þá var hér stattur, helgina og í gær var hér fyrirlesari frá Svíþjóð varðandi skíðasvæði og rekstur skíðasvæða. Ég ætla ekki að fara mjög nákvæmt út í það hvað þar fór fram en við fengum mjög góðar upplýsingar frá honum munin á rekstri, sem sagt einkarekstri, opinberum rekstri og í rauninni svona félagarekstri á skíðasvæðum. Við getum nýtt okkur það, ekki síst í tengslu við umræðan sem var hér áðan. Og síðan vorum við á fundi hér í gær flugumferðarstjórn, bæjarfulltrúar og ásamt fulltrúum frá Ísavía og hagsmunaaðilum. Þannig að, og svo umræða sé ég í dag hefur ratað meðal annars inn á Alþingi. Við stefnum að því að ganga frá undirritun á nýjum samningu við aðildarfélög IBI í vikunni og svo heldur aðgerðahópur framtíðarrekstur sveitarfélagsins áfram að vinna en það er mjög ströng og mikil vinna í gangi varðandi það og vonandi því að alla markmið að skila sér niðurstöðum 15. apríl. Þannig að sú vinna gengur bara mjög vel svona sem upplýsing líka fyrir bæjarbúa þó að bæjarfulltrúar séu náttúrulega fullið þeirri vinnu allir sem einn. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu, þá er dagskrá tæmd en ég vil vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum sem eru lagðar fram til kynningar afgreiðslu fundur skipulagsstjóra 14., 21. og 28. janúar 2016, bæjarráð 21. og 28. janúar, framkvæmdaráð 22. janúar, íþróttaráð 7. og 21. janúar, skipulagsnefnd 27. janúar, stjórn Akureyrarstofu 20. janúar, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 22. janúar, velferðarráð 20. janúar. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins og við segjum þessu fundi slitið klukkan 19:19.